Streymið að fara í gang. Bara spurningin eða kynning. Já, það komið í loftið það. Já. Þú bara segir velkomin. Já, við erum komin í loftið og ég ætla að orðið kynningu. Já. Ég ætla bara að bjóða okkur velkomin á 50. fund íbúarráðsins. Það er nokkur varamenn hérna inni en svo bara það er orðið full mannað og einn í fjár vonandi erum við í okkur ástand. En það er að gleðast yfir fyrsta dagskrárliðnum sem er hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar, svona þegar við vorum að samþykkja færslu á samgöngusáttmálanum og þar er fjárfesting upp á 33 milljarða sem tengist hjóleiðinni sem er, já, þetta gleðast yfir því. 89 kilometrar á hjólastíðum með bóksæði. Já, það ætti nú að vera veganest í næstu áætlun þegar þessari er lokið en við erum með góðan gest þess að kynna, Kristinn Eysteinsson. Þú ætlar að leiða ykkur allan samninganum stöðun á hjólreiðaáætluninni og fara yfir þetta og svo eftir kynninguna þá erum við tökulöfum og fáum spurningar og svör og við erum með góðan gest. Ég ætla bara að leiða þær að kynna þig. Erlendur Smári heiti ég, Þorsteinsson, formaður stjórnar Landssamtaka hjólreiðamanna. Í Kópavogi en hjóla einmitt ítrekað í gegnum Breiðholtið á leið til vinnu. Og ert bara öflugur svona málsvari hjólreiðamanna og ert duglegur að koma ábendingar það sem betur má fara og laga, þannig að ég ætla bara að bjóða þig velkomin og takk fyrir að þykja búið. Þannig að, já, gjör svo vel, þú bóttu bara að taka. Takk fyrir það, ég er ekki bara að sitja hér og bara yfir þetta, á ég að standa upp Nei, þú þarf bara þess að þú líður best. Ég sitt bara hérna, þetta eru nokkra svona myndir sem ég tók með fyrir mig, ég var að nálgast þetta þannig eins og þetta væri fyrir eitthvað þið vilti sjá hvað er verið að, hvernig eru hjólreiða innviðir hugsaðir í Breiðholti til framtíðar. Og það sem að við eigum núna og getum sýnt sýnin sem við erum með í hjólreiðaáætluninni og svo það hvernig hverfi skipulega líka hefur hugsað það. Við byrjum það er borgarhluti 6 sem Breiðholtið er. Þarna er bara mynd sem við sjáum á borgarsjá og sýnir þær lituðu stofnhjólaleiðir sem við höfum skilgreint á höfuðborgarsvæðinu öllu. Þetta er svona kannski fyrsti liður okkar í því að nú erum við að þróa þetta hjólreiðakerfi að við erum að merkja hverjar eru svona helstu stofnleiðirnar í gegnum höfuðborgarsvæðið í heild sinni sem við viljum merkja og þið hafi kannski séð hjóla á tíðakerfinu og við erum með þessar leiðir merktar allir þessum litum. Þetta er bara byrjunin og við erum að reyna að fikra okkur áfram með þessu sumarlega sem leiðin munur taka breytingum eftir því sem að leiðirnar uppfærast og verða betri. Þarna til dæmis leiðin í gegnum eins og hún er sýnd í gegnum Mjóddina. Þetta er bara leiðin sem við erum að nota í dag. Þetta er kannski ekki leiðin sem við verðum með í framtíðinu sem eiginlega. Þannig að það sem er sýnt þarna núna er eins og við notum það núna, en við munum breyta því oft og við gerum breytingar á leiðakerfinu. Kíkjum á næstu mynd. Þetta er skemmtilegt. Hyggst bara. Ég bætti þá við að þessar lituðu stofnleiðir, þetta eru líka leiðir sem að sveitarfélögin og Vegagerðin hafa sammælst að séu þessar lykil stofnleiðir og til dæmis eins og núna þegar fyrsti sáttmálinn sem kom og svo vantarlega núna í þessum umferða þá erum við fyrirfram búin að skilgreina og við erum sátt hvaða leiðir það eru sem að ríkið og sveitarfélögin ætla að fjármagna saman. Er þetta svipað og með Vegagerðin sjálf bara stofnleiðir? Já, svona svipað, en þarna bara fyrirfram búið að ákveða hvaða stígar það eru sem að þessi mynd
Já, þetta er kannski pínu flóknara heldur en það, en það er til önnur mynd sem sýnir stíga sem að Vegagerðin fjárfestir í með sveitarfélögum. Þarna þetta sýna bara hvaða hluta við erum að horfa úr hjónaáætluninni. Þessi mynd sýnir sýnina til 2030 eins og sáttmálinn var sett, hjónaáætlunin var sett til 2021 og þá er ekki búið að ákveða þarna hvaða stígar eru teknir inn og við munum klárlega ekki ná að kannski klára þá alla á tímabilinu en vonandi sem mest. Og þarna fyrir við listan þarna, þá við það sem í Breiðholtinu og erum að leggja mikla áherslu á núna, það Elliðaárdalurinn sem er þá ofan stíflu, búin að vera í byggingu núna síðustu 3 árin. Arnarnesvegurinn sem í byggingu og svo stígaframkvæmd sem fylgir honum. Þeir stígar eru ekki farnir að birtast en munu koma. Það kannski svolítið í þá því að fyrst kemur allir Vegagerðin, Arnarnesveginn og síðan koma stígarnir eftir. Álfabakki, Mjódd. Þetta stígurinn sem er fram hjá Gróra Garðinum, já. Og svo líka hér í gegnum Mjóddina og niður í Dali. Hann náði að halda áfram þá hjá bíóinu var. Já, það raun og veru fyrst kannski núna sem að verður að fara að hugsa það. Hvaða leið þarna verður farin og mér er líklegast að það verður framlengt undir brúnna á Breiðholtsbrautinni og verði hér eftir Álfabakkanum og fari síðan þaðan fram hjá það sem að núna er gamli reiturinn hjá Blómavali. Þar eru þeir að vinna núna hugmyndir að uppbyggingu. Það verið að skoða það hvort að hjólastígurinn muni fara í gegnum það svæði og tengja sig síðan niður í undirgöngin niður í Dali. Það hefur líka verið því velt upp hvort að stígurinn eigi að koma upp sunnan við kirkjuna og það inn á hvað heitir gatan fyrir ofan Stekkjabakkann, já. Rauðastígur bakvið. Við viljum gjarna að sá stígur sem að fara þetta. Hann verður bara göngustígur. Við viljum fá hjólinn út af þeim stíg og verður það annar staðar. Stekkjabakkann eins og hann leggur sig við Mjóddina hefur verið í einhverju heildar endurskoðun samhliða því að þarna á að vera borgarlínu leið. Þess vegna erum við ekki komin eins langt þar að ákveða hvernig við setjum hjólastíg Ég gerir ráð fyrir því að það eiginlega mín sýn núna að við munum taka hjólastíginn eftir Álfabakkanum og tengjum þá. Hvenær? Það ekki búið að ákveða það. Stígurinn þarna inn á stígur, það til að tengja okkur að þessum stofnvegakerfi inn í Selvík. Þessi neðan Tókselin. Hvað sagði? Fyrir neðan Tókselin. Neðan? Tókselin. Neðan Sterós. Já, Selvík, það það. Já, það stofnin, það síðasti Selin í stafræðinu, kallast Tóksel. Já, næstan að Já, þetta fyrir ofan, ég beintur ofan Gróra stöðuna. Það var svo þegar síðan upp inn á Vassenda og sem fyrir það upp. Nei, það Selhryggur. Það síðan Selhryggurinn þarna líka, sem þarna í aðrinu og hann þarna, við höfum þá sýna að sú leið verður tökum. Annað sem ekki inn á þessari mynd þarna en kemur inn, það þess að Suðurfellið. Við vorum að ræða áðan, undirgöngi sem eru í smíðum núna undir Breiðholtinu. Það verða tvöföld. Það gangandi hjólastýringur sem munu koma starfum og við ætlum að taka hjólastíginn þá upp úr undirgöngunum og tengja hjólastíginn Suðurfellinu sem fer svo ofan í Dali. Það hefur ekki ratað inn á þessa áætlun.
og svo Stekkjarbakki líka. Við vorum komin að stað með hugmyndir um hjólastíg í Stekkjarbakkann sem að datt svo upp fyrir þegar að, ég veit ekki þeir sem muni eftir í það, þegar átt að vera bíódóm í dalnum. Þegar þær hugmyndir duttu upp fyrir að þá svona fór þetta á hól. Því að við erum á mörgum leiðum líka á því að vera svolítið í samfloti með veitum. Þessar leiðir sem við erum að fara eru oft líka veituleiðirnar. Og það sem við gerum ráð fyrir að gera núverandi stígur sem er komin í Stekkjarbakka, sem er húsamegin. Það verði hjólastígur og við gerum nýjan göngustíg ofar upp í Grænasvæðið. Ég skildi ekki alveg þú varst að segja að það er í göngustíg. Sko, núna þegar þið hjólið héðan og farið eins og þið séu að fara niður í undirgöngin, í staðinn fyrir að fara niður í undirgöngin eða hjólið beint áfram, sá stígur, hann endar þar bara á uppbakkaða þau. Við viljum að mögulega framleggja þann stíg alla leið yfir að Höfðabakka. Og við gerum ráð fyrir því að fá ný undirgöng undir Stekkjarbakkann með Höfðabakka sem eru þessi litlu mjóu þröngu göng sem eru þarna með 90 gráða víkilbeygju þegar við komum onni að það komi ný undirgöng þar. Við erum búin að gera frumdrög að nýjum undirgöngum. Það er heilmikil áskorun að koma því fyrir. Og ef við færum okkur aðeins yfir á næstu myndir, næstu 3 ár eru úr hverfaskipulaginu. Þá sjáum við hvernig hverfaskipulagið er að hugsa til framtíðar. Þarna er eiginlega hægt að segja að þarna erum við að sjá sýnina fyrir næstu kynslóðir, myndi ég segja frekar heldur en það sem við sjáum kannski alveg á næsta ári. Þarna sjá menn fyrir sér að við setjum hjólastíg eftir allri aðal leiðinni þarna í Seljabrautinni. Þetta er ekki Seljavegur. Seljabrautin, já. Jú, og svo náttúrulega, svo jafnum sig með eitthvað svona, ég veit ekki allt alveg saman, en þetta er þessi hringurinn. Seljabrautin er náttúrulega næst Breiðholtsbrautinni, svo kemur Jafnarsels frá Skíðabrekkunni og inn í Rangárselið. Svo mætast þetta svo Skógarseli og ÍR, þannig að þetta kallast Seljarhringurinn kannski. En þetta gula er þá? Þetta gula rammar af bara þennan reit. Þetta eru 3 reitir í Breiðholtinu. Ég kannski glemt að taka það fram á glæruna undan að það var nefnt kallað Breiðholt Express. Það eru hjóluleiðin sem eiginlega alveg frá Höfðabakka norður-suður í gegnum Breiðholti og upp í Seljakörfu. Sem átt að vera mennilega. Sem hún til staðar ef þú bakkar aðeins aftur fyrir mig. Ég ætla að standa upp og það er þessi leið hérna í gegn, alveg hérna upp að Höfðabakka. Hún fékk nafnið Breiðholt Express í þessari umfjöllun þegar við vorum að gera hjólaáætlunina, því að það hefur verið skortur á norður-suður tengingum í hjólakerfinu og þetta er einn liður í því og ég nefndi undirgöngin áður Stekkjarbakka, þau eru þá hér. Og það er algjör lykilpunktur í því að ná að tengja saman þetta svæði hér. Núna eru kannski utan við svæðið okkar en núna eru miklar umræður í gangi það hvernig Orkuveitan þarf að skila af sér dalnum og stíflan að öllu líkindum að fara. Það verður gert ráð fyrir því að það verði hjólabrú yfir Elliðavatna með Höfðabakkanum sem kemur í stað. Þannig að þetta leið sem gert ráð fyrir að byggja upp. Við erum með 550 milljónir á ári til þess að byggja upp þessa stíga sem við köllum Reykjavíkurstígar. Það eru þá stígarnir sem eru ekki fjármagnaðir úr samgöngusáttmálanum og það eru
það eru ekki mörg verkefni sem að rúmast innan 550 milljóna sem við höfum á ári hverju og þannig að þegar við erum að forgangsraða verkefnum okkar þá er oft erfitt að komast af stað með einhver verkefni sem maður vildi gjarnan fara að byrja á. Hvað kostar kílómetri svona meðal? Hvað kostar meðal kílómetri af hjólastíg? Og kílómetri af hjólastíg, við tölum við, það eru 100 metrar af hjólastíg, metrinn er á svona 150 til 200.000. Þannig að við erum að tala að kílómetrinn er svona í hefðbundnu verkefni er þetta á svona 200 milljónir. Eða 550. Og þegar 550 til alltaf Reykjavík. Við erum með 550 milljónir í öll hjólreiða verkefni í Reykjavík. En þar utan erum við líka að nota rosalega mikið peningur úr samgöngusáttmálanum, þannig að það bætist allavega ofan á. Hvað er það mikið eins og árið úr því? Það voru í gamla sáttmálanum, þá voru þetta 750 milljónir á ári fyrir öll sveitarfélögin. Og Reykjavíkurborg var að nota stærsta hluta af því. Þannig að kannski 400-500 eða eitthvað. En eins og til dæmis svona stígur eins og Breiðholt Express sem þekki gegnum Breiðholtið, er það eitthvað svona Reykjavík? Það er Reykjavíkur stígur. En til dæmis Álfabakkin eða Selhryggstígur, er það eitthvað sem að samgöngusáttmálanum myndi breyta fjármagns? Nú er ég ekki búinn að sjá uppfærða samgöngusáttmálan. Sú leið í gamla sáttmálanum er ekki þarna inni, en þetta var hins vegar hugsað þannig að við bjuggum til leiðarnet með Vegagerðinni sem við kallum stoppleiðarnet og erum sammála það að ákveðnar leiðir eru stoppleiðir í netinu. Síðan settum við okkur forgangsröðun það hvaða stígar úr þessu stoppstígarneti ættu að koma til fjármögnunar með Vegagerðinni. Og ef við fáum meiri peninga og höfum meira svigrúm, þá getum við farið aftur inn í það kort og tínt inn stíga sem ekki hafa verið áður á dagskrá í samgöngusáttmálanum. Það er litanetið sem það er líka hluti af því, já. Fyrst og fremst undir í þeim peningum. Já, klárlega. Og ef við kíkjum aftur á myndirnar, förum bara í hverfaskipulagið og sjáum svo næstu. Þetta er Seljagarðið. Hérna erum við að horfa á neðra Breiðholtið og það er svona sama konsepti þar Við erum að horfa á að sé stígakerfi í þessum svona meðfram aðalgötunum og þetta er eitthvað sem við erum ekki byrjuð að gera miklu ráði í Reykjavík, hvergi að fara að gera hjólastíga inn í hverfunum. Við erum búin að vera mjög mikið núna á undanförnum áratug að byggja upp hjólastíga sem eru svona á milli hverfa eða á opnum svæðum. Þannig að næsta hjólreiða áætlun sem tekur þá í gildi eftir næsta ár, þá eru áskoranir svolítið að fara að horfa á stígagerð inn í hverfin. Það tengja hverfin betur við þetta fína stígakerfi sem við erum komið með. Við sjáum í næsta, þá held ég Efra Breiðholtið. Það er sama þar líka, það er líka svona eftir aðalgötunum í hverfinu, en síðan ekkert verið að sýna meira heldur en það. Þannig að grænu stígarnir eru bara þessir hefðbundnu gönguleiðir sem við hjólum líka. Nú er ég búinn að vera í þessu síðan 2010, ég er búinn að vinna á borginni síðan 2005 og maður sér núna að maður lítur tilbaka hvernig þróun á stígakerfi á sér stað. Við erum búin að vera að byggja upp meginstoppstígakerfi, svo þurfum við að fara að færa okkur meira inn á við og við reynum að finna þá stíga þar sem við þurfum að fara, þar sem við þurfum mest aðkallandi að fara að skilja að fjölda hjólandi frá fjölda gangandi. Og það er rosalega mikið eftir ef við ætlum að bera okkur saman við Kaupmannahöfn eða svona borgir þar sem er mikið hjólað. Það er vöxtur
svona 1% á ári í hlutur hjólreiða í borginni. Við erum komin yfir 8%, en stór samt sem áður svolítið brot af þessum vexti sem hefur orðið núna síðustu 2-3 árin líka mikið til rafskúturnar sem hafa komið inn, því að rafskúturnar eru líka notendur á hjólastígunum. En þetta eru kannski upplýsingarnar þá innviði sem við sjáum fyrir til framtíðar í Breiðholti. Eitthvað sem þið vilja bara gjarnan spyrja eitthvað svona sérstaklega? Já, varðandi þessar mælingar. Já. Smáfólk bara hversu traustar eru mælingarnar. Svo líka einhver svona tesa eða eitthvað varðandi ef þú ert að bera saman hefðbundna hjólreiðanotkun og svo þessi rafhlaupahjól og það, erum við með eitthvað upplýsingar þróunarinnar? Já, við erum alltaf að bæta í netið okkar þar sem við erum með teljara. Við erum víða með teljara þar sem við teljum fjölda hjólandi og gangandi. Og uppfærslan sem að fara að eiga sér stað núna í þessu talningasystemi hjá okkur að það það sem við þurfum að vera nefnilega svolítið vakandi yfir, að fjölgunin á rafskútunum. Rafskúturnar eru að teljast inn í gögnum hjá okkur sem gangandi hjá ekki sem hjólreiðar. Þannig að það þessi vöxtur sem við sjáum í gangandi, við þurfum að finna út úr því hvað stór hluti af þeim hópi sem raunverulega á heima í hópi þeirra sem eru á sömu jafnmikilli ferð og hjólreiðar. Hvernig það? Þetta hefur eitthvað með tæknina bara búnaðina að Þú gerir eitthvað myndar? Ég get ekki svarað fyrir hvernig þessi búnaðar virka. Skynjari sem fæstur í... En þetta bæði infrarautt ljós og svo líka skynjari í stígunum. Þannig að aðferðin við að telja ekki alveg nægilega vel þróuð eða ekki alveg... Hún ekki orðin 100% en fjöldin sem á stígunum, við náum honum öllum. Við vitum alveg hvað eru margir á stígunum, en við erum það er ennþá verið að þróa og bæta hvernig þú ert talið, hvort þú talið sem hjólreiðamaður eða gangandi akkurati. Gangandi alltaf taldir sem gangandi og hjól sem hjólandi, en hinir ferðamátarnir, þeir geta stundum verið að koma eins ykkur megin. Já, þannig að það getur verið annarkvæmst gangandi eða hjólandi, ef þú ert að rafskútu. Getur verið það, en langt flesta rafskúturnar eru að teljast núna sem gangandi í þeim búnaði sem við erum með úti. Það verið að skipta því út og laga. Það búið að finna leiðir til þess að laga þetta. Það sem mjög leiðin haldið bara með hjólreiðafólki eða það sér flokkur fyrir rafskútu? Þá myndi þau teljast með hjólreiðafólki. Það er ekki til sundilegðin á hjólreiðin versus? Ég veit það ekki, svo ekki með það. Ég held að það myndi þetta ekki skipta inn máli. En þið með tölfræði, hvernig Breiðholt að koma út varðandi notkun af hjólum í samanburði önnur hverfi? Við getum búið til henni tölfræði, já. Já, en þú ert ekki með hana bara Nei, ég ekki með tölur núna, en við getum alveg tekið út tölfræði það hvað margir að hjóla í Breiðholtinu. Þetta þannig að það eru 6 lykilþversnið sem við erum að mæla á hverju einasta ári. Skoðum aukninguna á þessum 6 þversniðum ár eftir ár, og svo getum við farið að skoða líka teljara fyrir teljara. Og þið hafið upplýsingar með að segja, ef þið farið inn að Borgarasjó, þá getið þið farið að séð upplýsingar úr þeim hjólreiðateljurum sem til staðar. Ef þið hafið tíma og vilja til núna, ef við getum opnað Borgarasjó, þá getið sýnt ykkur hvernig við getum skoðað úr þessum teljarum. Úr Borgarasjó sem allir íbúar hafa aðgang að. Sé hversu margir eru bæði að ganga og hjóla á þeim stígum sem við erum að telja. Ég held að þú þurfum að fara aðtöfna þessu. Já, Þú gert það í orðinu, hvað ekki? Já.
Erum annars? Það eina aðgengilega hjólaleiðin að úr dalnum. Ekki vegna, það þarna göngustígur, eins og héðan. Og þá fyrir börn sem að koma úr Brjánsskólana, það ekki í þetta göngustígur. Og hann allir brotinn, hann frekar nýr, hann vel bara gerður og fleira, verktakinn ekki staðið sig. Og eins líka sem var opnað til aðkomu þegar voru framkvæmdir og það allt ófrágengið. Ófrágengið og væntanlega eitthvað sem vantar að ganga frá þá ekki? Jú, ég veit það ekki, þetta bara nú framkvæmdir búin að þetta búið að vera svona í marga mánuði. Já, ok. Hvað bakvið, eftir kemur fram hjá bensinstöðinni? Þegar þú fyrir bakvið og svo lendir annars hjólar, þannig að Ég get ekki svarað fyrir það, ég veit ekki, við erum ekki með neina framkvæmdir þar tengda hjólastígagerð eða stígagerð þar, en já, ég sammála því að aðgengið af IS-svæðinu ekkert sérstaklega gott, það eru vondar stéttar þarna og við erum búin að við höfum verið að bregðast við ýmsu sem tengslu við umferðar öryggismál. Ef þú fer núna fyrir mig þarna í Flipa sem þarna uppi vinstra megin, eru leirar. Nei, vinstra megin, þarna já. Hvað Vinstra megin? Það vinstra megin. Já, þið sjáu það náttúrulega ekki, hvað það fyrir það? Þarna já. Og skrifa þarna teljari. Já, kemur líka það. Taktu bara og síðustu 2 stafina frá. Þú kennum þér ekki. Þú getur ekki óleftennir ekki. Þá getur líka að skrifa hjól. Talningar. Talningar gangandi hjólandi, staðböndin. Já. Þá sjáum við alla þessar merkingar þarna. Þarna eru teljarar á öllum stöðum. Svo farið inn á korti nær á það staði sem við viljum sjá. Það við erum með þarna teljara í efst í Elliðaárdalnum. Líka að vinna á það. Hvað viltu vera? Þann teljara sem þið viljið sjá, og íti bara á merkið. Svona sem vestur. Já. Það var líka settur bara ábyrgð teljari. Þarna koma upplýsingar það sem var í gær, síðustu 7 daga, 30 daga, síðustu 2 árin. Það getur séð fjölda. Það greint á milli þeirra sem fara í austur, í sigur áttina og milli hjólandagangandi. Já, með fleiri gangandi hjólandi en mikið að hlauphjólum og þetta fyrir gangandi. Já. Þannig getur maður stundum koma svona dagar þar sem þetta verður mjög skrítið ef það eru hlaupakeppni eða eitthvað svo leiðis í gangi og rosalega margir að hlaupa þá sjáum við það alveg vel. Svo var þetta bara ábyrgð teljari niður í það sem kemur niður í dalinn, sem sagt niður alltaf hér á mjóttinni. Já. Og maður getur séð ef maður fer á undirgöngina þá getur maður séð það sem og það gömul talning sem bara hangir inni. Já, svo erum við einmitt líka, það kom að náðan við erum líka með færanlega teljara. Já. Sem við setjum stundum út bara til þess að ná okkur í upplýsingar til þess að fá að vita hvernig staðan Já. Og það upplýsingar þangað þarna inni sem hægt að sjá. Það teljara stíknum milli Kópavogs og Breiðholts. Já, hann næst í Ólafsvík. Hann nær kannski ekki Breiðholtsumferðinni, hann nær bara Kópavogsumferðinni. Og þurfti þá að setja hjólastíg við undirgöngin þarna eða Álfabakka einhvern veginn til að ná Breiðholtinu breiðara. Þetta er bara Seljakveruna því hann líka annars frá Efra Breiðholti fer náttúrulega Elliðaárdalinn en ekki Selin og ekki
kannski allavega bakkarnir. Við erum búin að sko vera að setja út þessa hjólateljara núna síðustu 4 árin og erum að bæta í. Við erum búin að gera tillögu þetta núna hérna sko uppsetningu á hátt í 10 nýju stöðum. Var Breiðholti þar inni líka? Ég man ekki nákvæmlega hvernig það sko, þetta hugsað þannig. Við erum reynum að staðsetja teljara þannig að við getum út frá ákveðnu neti reiknað út í hvaða, hvert hjólur að fara. Þannig að við erum kannski með eitthvað massa hjólamönnum hér, en við vitum framöndan er kannski að fara í 2 áttir. Þannig að reynum við að reyna að setja niður teljara þannig að við getum séð. Og við styðjumst rosalega mikið líka við að við viljum vita sko hvert fólk að fara. Við notum Strava sem að margir hjólamenn nota, þess að sýna hvar þeir eru. Og þegar við berum gögnin saman þá getum við oft reiknað út hvernig niðurstaðan er. Hítakortið er skemmtilegt. Hítakortin skemmtileg, já. Það líka því að einhvern sem var alveg sko að Ísland er hægt að velja í Strava sko, þú velja bara hjólið eitthvað. Það er hægt að velja sko, þú veist að velja bara 40 miljónir flokkar inni en það er alveg. Ok. Skrafið á rafhjól. Og svo missum við líka rafskutum, engan á rafskutum og mælir á Strava. Þannig að þú gerir þetta. Skil sveini, ég veit ekki. En kannski á þessum nótum, það aftur í kynninguna og fyrstu blöðuna, þá myndið sko talningar. Eitt af því sem að sko, næstu dagsæja. Svo bleikur. Það bleikur. Bleikur. Hjólaáallin. Þegar við sáðum þeim. Dagsæja. Þannig að vitið þið hvernig traffíkin er annars vegar. Skróla svona eða svo sjá meira þetta. Vitið þið annars vegar traffíkina og frá Kópavogi sem er síðan að fara hérna þvert yfir versus traffíkina frá Breiðholti sem er að rauninni að gera það sama í gegnum Kópavog. Það er unnið með Kópavogi til þess að finna í Stjörnugróf og Fossvogi. Nei, það er ekki gert. En það væri mjög óhugavert að komast að því. Vegna þess að þarna flestir sem ég þekkja sem eru að fara hérna af þessu svæði og síðan vestur í bæ eru einmitt ekki sko að fara alls ekki sko neðst niður í Elliðaárdalinn sem sagt fara gegnum Víkina heldur eru að fara sko yfir Stekkjarbakka og yfir í gegnum Kópavog eða jafnvel eru að fara í undirgöngin hérna. Eðlilega, maður leita þeirra leiða sem að maður heldur hæð og er styst líka sko. Já, og leiðin til dæmis sko í gegnum undirgöngin er þannig að næra sko að treyna hæðina sko alla leið og hún er til þess að gera þægileg. Nema reyndar yfir vetrartíma vegna þess að undirgöngin eru ekki mókuð, er ekki eitthvað meginn frá og ökutækin bara ekki eitthvað að byggja upp skafla þannig að það kemst ekki í gegn. En þá er Stekkjarbakkabrúin sko þægilegasta leiðin í gegn. Þá er maður ekki að fara ofan í bróð. En fer svona bara í beint, gæti svona bara í beint samstarf á milli Reykjavíkur og Kópavogs eða því það fara í gegnum samgöngusáttmálann eða samtök sveitarfélaga eða eitthvað slíkt? Já sko, ef að samgöngusáttmálinn er að taka á þeirri leið þá gerum við þetta í samstarfi, sveitarfélögin í samstarfi og með sáttmálann. Það gerum við. Alveg eins og við erum núna að undirbúa Nesveginn út á Seltjarnarnes. Það er Seltjarnarnes og Reykjavíkurbær sem eru með þá leiðarlega í gegn og í samstarfi við sáttmálann. Þannig að það er alveg, það samstarf myndi alltaf eiga sér stað. Af því maður sér greinilega í Strava hitakortinu að fólk fer í gegnum þessar 2 leiðir og efst í rauninni fer í gegnum Kópavoginn til þess að komast það, en fer ekki þetta neðar. Það verður spurning hvort það er eitthvað að bæta þá leiðir. Það er örugglega eitthvað sem við verðum að taka þetta bara til skoðun og bara síðan í framhaldinu sko, því að eins mikið maður óskar þess að hafa sér leið fyrir sig á þeirri leið sem maður er að fara, þá erum við þetta
þá erum við að fara í allar áttir. Við erum að byggja bara hérna eitthvað kerfi sem maður reynir að byggja upp á okkur rökrænan hátt. Og ég hef oft spurt sjálfa með þessar spurningar þegar ég stend frammi fyrir því að ég er að velja útfærslu, ætla ég að hafa þetta svona eða hafa þetta svona. Þá er ég stundum núna farin að hugsa meira þannig, ég á ekki verið að velja hérna milli. Ég bara, framtíðin er svo að það verður leið hér og það verður líka leið hér. En forgangsröðunin væri þá byggt á því að þið hafið gögn og viti hvað næsta umferðin er. Við reynum að gera það, já. Og svo náttúrulega byggist þetta líka á því að maður kannski hafi fyrir framan sig skipulag. Ef skipulagið er að gera ráð fyrir því að þetta séu leiðirnar, sko, að þá reynum maður náttúrulega að koma því fram eftir skipulagið, því að ef við ætlum að reyna að fara eitthvað aðra leiðir heldur en að núverandi skipulag þá gerum við ekkert í þessum málum fyrir að búið að opna skipulagið, breyta skipulaginu og koma því þannig fyrir. Það seinkar allir verkefni. Svo kannski þá ykkur öðru breytt þar og þá kannski það ekki samræmi við, þú veist, eitthvað svona þessum. Alveg, og ég nú bara að sjá það á þessum tíma sem ég búin að vera í þessu, að fyrir þó að fyrir 5 árum síðan þá var kannski þetta besta lausnin. 5 árum seinna, hefur svo mikið breyst. Það var allt annað upp á borðum sem orðið betri lausn heldur það sem það var áður. Á þeim nótum að sko í dag er einfaldast að fara sko hérna niður Hólabakkann gegnum undirgöngin. Það eru einhverjar pælingar það að breyta Stekkjarbakka sem götu í Ölsinni sem myndi gera hjólreiðaleiðina eftir Stekkjarbakka og síðan þá fara brúna yfir eðlilegri. Hvað pælingar eru Stekkjarbakka? Náinni eða fjarlægri framtíð? Í fjarlægri framtíð, það er pælingin svo að gera borgarlínunni, gefa borgarlínunni þær rými sem hún þarf til þess að hún mun þjónusta Breiðholtið í gegnum Stekkjarbakkann. Og samhliða því munu þá koma hjólaleiðir. Svona held ég að það sé raunhæfast að líta þannig á. Það verður hjólaleið sem mun tengja Kópavog og Reykjavík Álfabakka fyrst. Síðan þegar að borgarlínu framkvæmdir hefjast í Stekkjarbakka, þá komi ný hjólaleið þar, en það verður hjólaleið báðum megin. Þetta er borgarlínugata, þannig að hraðinn verður keyrður niður. Þetta er Álfabakka, fram Þá er ég að tala fram hjá bíónu og þessa leiðinni. Þannig að það verður svona fyrsta útgáfan og komið borgarlínu og þá verður þetta hægt. Í dag er það þannig að þegar þú kemur frá úr Kópavoginum að þá er leiðin þannig að þú verður beygir til hægri áður og ferð í undir brúna, bílabrúna Breiðholtsbrautinni. Það er rými undir brúnni til þess að taka stíginn bara beint áfram. Og ég vor með þess að sko, þetta er einmitt sem ég var að segja sko, að það sem við hugsuðum fyrir 5 ára síðan sem gæti verið góð lausn. En það síðan allt öðru 5 ára seinna. Við vorum byrjuð að pæla hvort við ættum ekki að taka hjólastíginn undir brúna og upp með kirkjunni og fara þar yfir. Þannig að við losnum við að fara í litlu undirgöngin sem eru bara hefðbundin stíg. Sem er mjög þröng og vond og bara hættuleg. En þá lendur maður alltaf í þessu sko. Það eru lóðir, eignarlönd. Það þarf að breyta skipulagi. Og þetta er örugglega reiti sem maður ímyndar sér að það getur að verða sko, eitthvað byggt á. Ertu þá að tala bílastæði hérna? Já, hérna fyrir aftan bílastæðinu. Við fara fyrir endan á bílastæðinum og fara upp fram með kirkjunni. Já. Þegar ég náttúrulega þessi bílastæði eru mjög lítið á landi. Ég nefnilega er með þær tillögur sem tengjast hjólreiðaumræðunni hér í dag sem við langaði að bera undir ráðið til samstarf. Önnur er að tengjast samstæðin. Við fengum fyrir svolítið síðan fengum við hobbyheimsóknir okkar og það skapast meðal annars umræða bara hættu þess að skilja eftir hleypahjól á hjólastígum og fyrir gangandi og nú erum við með eins og í hjóttinni svolítið stóran hóp eldra fólks sem er kannski sjóndaburt eða þú veist má ekki við að falla svona skútur
Þannig að ég hef eina tillögu sem tengist því að við beinum því til borgarráðs sem við beinum því til umhverfis- og skipulagsráðs að finna heita staði, safnstaði fyrir rafskútur og koma ákveðnu svona geymslustað þannig að fólkið einhvern veginn, þeir notendurnir, hvað ég var að segja, sjái hag sinn í því að skilja við skúturnar þar og eins og í Mjóddinni, upp í FB, upp í Sundlauginni, við íþróttamannvirkin, þannig að það sé ákveðin svona staðir. Og hinn tengist vetrarþjónustunni sem reyndur komin á og þjónustar undir göngin við Álfabakkann og annars vegar og í rauninni samþætta vetrarþjónustu og þjónustuna við Kópavog. Þannig að við svona reynum að, já, þannig að ef að getum við varpað upp hjólreiða tengdu tillögunum. Þess spyrja það það ekki smáli tengslum við hönnun alla saman, það eins og þegar maður hefur séð meira göngustíga fara, þegar göngustíga, það bara gróður fyrir það, og gengur bent fyrir veginn og eins og þannig að virkar þeim að hluta sem maður hjólar yfir bílastæði, götur, svona já, alveg hvernig það er hugsað því og Við erum auðvitað með leiðbeiningar hönnun á Rauðhamarsfjörð og við ef við tökum bara stíga sem eru unnir með vegagerðinni þá er þar ákveðið ferli sem ástæða ef við gerum okkur lög og samkvæmt að setja alla svona stíga í rýni þá eru fengnir óháðir aðilar sem að rýna hönnunina og skoða og koma með athugasemdir við það sem að þeir telja að geti verið hættulegt eða þurfi úrbætti fyrir. Við erum að reyna að gera þetta í meira mæli líka fyrir okkar eigin stíga í Reykjavík. Við setjum í rýni og fáum athugasemdir á það. Margir af þeim stígum sem eru kannski eru nýlegir núna, hafa ekki farið í gegnum svoleiðis rýni því að þetta er svo nýlega komið inn hjá okkur að við sem að gera þetta. Og svo, já, við reynum náttúrulega að sjá fyrir alla svona hluti en það er ekki hægt að sjá alla hluti fyrir eða hann alla hluti að við séum 100% með það, því að við erum með það eru áreiðslar á milli allra ferðamáta alls staðar og reynum bara að gera það besta úr stöðunni sem hægt er. Stundum það þannig að við svona sjáum, við teljum að þetta sé mögulega besta leiðin sem við getum farið. Verður það bara bregðast við því sem upp á kemur þegar við erum búin að raungera framkvæmdina. Ég get alveg skilið við undir mér bakkustanlega eins og í garðina, það er ekki mjög góð konstruktistíð, en eins og svo í Fossvoginum, veit mér ekki hvort það í kílómetra sem ég gegn megin. Það er komið eiginlega betur neðan Spítala, þetta maður beygir svona, kemur svona brúnni. Þar kemur göngustíð úr Kópavoginum, brú og síðan flappar og það svona tréð meðfram göngustíðnum, það er alveg bara sikkur megin, það runnar í kringum tré einhvern veginn. Þannig að maður veit aldrei hvort það koma gangandi og það hægja þessu bara niður í, ekki neitt. Það getur að koma ykkur gangandi fyrir hornið. Við reynum að trimma niður gróður þar sem okkur þykir full ástæða til og við ætlum ekkert að vera 5 mínútur. Það er að stefna frá þessu. Já. Svo náttúrulega bæta við að nota ábyrging á veginn ef að þú verður varð þetta eða til dæmis ég verði tilkynnt glerbrot. Það sem smussu flaska og svo kem ég hjólandi tilbaka og þá búið sópan upp. Þannig að þeir bregðast mjög hratt við, Já, bara hverfis. Já. Það er líka þetta sem byggðin byrðis lögefni að nefndur við benda á alls konar svona og þessi stundum ekki alveg nóst að stemma við því, Já. Þannig að bara líka áhengilega máli svona annað, þegar það er við. Reynum að bregðast
og við tökum allan ábendingarnar og reynum að bregðast við þeim eins hratt og kostur er. Stundum þurfum við bara líka að velja ábendingar sem við þurfum að takast á við ef þær eru þetta eru nefnilega ekki fáar ábendingar sem við tökumst á við erum samt stór hópur sem erum að vinna úr þeim. Við þurfum svolítið að forgangsraða þeim og koma þeim líka þá til þeirra sem að taka þær til úrvinnslu. Því að við sem að svörum ábendingunum og erum að taka mótið þeim erum ekki saman fólkið og fyrir síðan út á feltið og leysum málum. Ekki frá með einhvers tíma eða eitthvað svoleiðis? Nei, það er ekkert sérstök eftirfylgni með því. Við reiknum bara með því að verkefnið er komið áfram að þá er það komið til þeirra sem að vinna leysa úr því. Það er alltaf gangur á því hvers eðlis verkefnin eru. Er þetta alltaf þá tónastarfinu eða er þetta sem bara verktæki sem er á svæðið? Yfirleitt, öll svona smærri verkefni, þetta er alltaf borgarstarfsmenn sem er að vinna í þessu. Þetta er sem sagt umhirða borgarlandsins sem að sér langmest af þessum verkefnum svona úti á feltinu. En þegar þetta snýst uppsetningu á merkjum eða eitthvað slíku, þá stýrum við því svolítið. Við setjum það á skiltadeildina okkar, hún er upp á Stórhöfða. Við sendum ábendingar til þeirra og segjum þeim að breyta eða setja upp skilti ef okkur finnst það þurfi. Fleiri? Eitthvað sem er spegla, þú veist að þegar við býðum steinstar frá þröngu undirgöngunum með vinkilbeginni. Það er alveg einu sinni bara smassa eða eyðileggja bara brjóta speilin sem eru mjög mikilvægur þegar maður tekur beyguna og þá var brugðið mjög skjótt við því að skipta nýjan speil, að skipta út fyrir nýjan speil, þannig að En þessi speglar ekki alveg vonast sem þeir eru alltaf eðilega? Nei, það er ekki, hann er búin að vera lengi núna þessi sem er. Já. Já, það er flutt en hann sé lægja niður í uppmáður. Er það ekki bara svolítið stemningin sem er í gangi hverju sinni, ef það er mikið skemmtar stemming, þá er verið að brjóta rúður, það er verið að brjóta þetta. Það var alltaf í friði, svo séum maður einmitt að það er búið að brjóta þetta nokkur sinnum núna. Það er það sem við erum mjög oft lent í, og þetta er ekkert nýtt að nálinni, þetta er á sér svolítið langa sögu. Þessi speglar sem hafa verið settur upp að þeir hafa ítrekað verið brotnir og þá hafa náttúrulega við sem starfsmenn sem er að hugsa og eigum við að kosta það til að setja alltaf upp nýja spegil ef við vitum að á nokkur dögum er búið að brjóta hann niður aftur. Er það rétta lausnin? Er ekki bara lausnin fólkinu í því að reyna að laga ástandið? Og ég veit að einn spegil kostar eitthvað 1000 kalla eða einu undirgöng sem kostar 200 milljónir. Við viljum bara á nýju undirgöng þarna á þessum stað. Það er eins og vandamálið að þessi verðmunum til þess að það er sett upp spegil frá til lengi. Það breyta aðkomuna að göngunum og Og það er til dæmis sérstaklega þá undir því á Höfðabakka. Það er mjög leiðileg undirgöng, það er mjög nauðsynlegt á spegila. Ég finnst það alltaf verið búið. En eina leiðin til þess raunverulega að leysa þetta er að setja nýju undirgöng. Já, ég held að þetta sé líka svolítið eftir bara staðsetningum. Þetta er á stað þar sem maður kannski fáir fara og fáir sjá. Er meiri líka að þessi undir skemmtum en ef þetta er uppstæða þar sem að við erum með massa af fólki sem er á ferðinni. Já, þetta er skemmtilegt. Við getum talað um þetta í 2 tíma, eða ég ætla. Ég merka það er svo mikið það er bara svo mikið að gerast. Við erum alveg, ég heldur að séum bara í dyrunum núna með að við fréttir dagsins og að það verða eitthvað stórkostlegt sem áttur að gerast næstu 4-5 árin held ég. Ég ætlaði að bjóða ykkur upp á að vera með framlengingu, einföld undirgöng undir Breiðholtsbrautina sem verið að gera núna frá.
þangað til að þeim var síðan gerð grein fyrir því að sko, þessu undirgöng eru á okkar skipulagi sem megin tenging milli tveggja hverfa fyrir bæði hjólandi og gangandi, að það var ákveðið að loka þessum gömlu og koma með ný undirgöng í fullri stærð. Sem mitt verið að gera. Sem að gera núna. Annars hefðum við setið uppi með sko bara lengri, þess að þau hefðu verið framlengt, bara lengri göng, þessum mjóu litlu sem að horfðist þar. En allavega, mér langar svo að bara þakka þér fyrir og þakka þér fyrir kynninguna og góðar umræður. En ég sem sagt, ætla að bera þessu tillögu sem tengist annars vegar fyrir safnstæði fyrir rafskútur. Og ég veit ekki hvort þessi búin að lesa hana, en hún er rauninni að íbúar á Breiðholt samþykkja að beina því til réttar aðilina borgarkerfisins að koma fyrir rafskútum, safnstæðin fyrir rafskútur innan hverfisins á heitum stöðum. Og ég segi nefndir skiptistöðin í Mjódd, sundlaugin í Breiðholti, Fjölbraut í Breiðholti, grunnskóla hverfisins, íþróttamannvirki í Leiknis, verslunarkjarnar og Lóuhóla, Mjódd, Völvufell og Seljabraut. Vil ég bæta ykkur við þetta eða? Ég hef til að plana grunnskóla hverfisins. Ok. Það er rafskútur og fjöldi rafskútur í yngri nefnir. Okay. En þessi tillaga, hún lá ekki fyrir með eitthvað dagskrá fundarins. Þessi tillaga lögð fyrir tengt þessum þessari hjólreiðaáætlun. Hún var ekki lögð fram. Ég að leggja hana fram núna. Já, það reglur og það bara leggur fyrir. Við leggja hana fram núna og við getum það bara. Já, það átta. Við kjósum hann inn á fundina núna. Já, það verður að það líka. Ef skræmt frestun þá er bara frestun. Við finnst það ástæð, mér líst vel á þessa tillögu. En þú vilt frestinni. Og það var prinsip ástæðan vegna þess að það við komum með máli minnihlutanum, þá er þeim alltaf fresta. Já. Það er bara þannig. Þannig að ef það prinsip á að virka fyrir minnihlutan, þá getur það saman meiri. Þú vilt að fara fram úr frestun. Já. En mér líst vel á tillögu. Já. Það breytir því, já. Ekkert mál. Það er frestinni til að hefna einhvern veginn fyrir einhverja aðra frestanir sem að... Já, ég vil kynna með hana betur. Ég veit ekki til dæmis hver er skilgreiningin á heitum stöðum. Er það íslenska? Hvað er það? Heitir staðir eru bara staðir sem voru til dæmis kynntir fyrir ráðinu á vegum fyrirtæki sem voru feitir. Hún sýndi ákveðið svona hitakort, það sem sýndir hvað þéttleiki þessu rafskútuna er. Er það ekki þá hverfisins á stöðum það sem algengt að nota rafskútur? Jú, en það er þessum tillögun hitakort, heitir staðir. Það er mikil notkun. Já, ég skilja, en ég eins og ég segi, efnislega líst mér vel á tillögun. Ég ætla að segja ekkert mál þó að hún verður síðan bara tekið fyrir á næsta fund og samtidig þá. Já, ég er nú með einstofn. Já. Að taka undir þetta með grunnskólana. Já. Eins og það er kannski tekið eftir að það búið að setja upp núna í grunnskólana hefur verið sett upp stæði fyrir hlaupahjól, þá lítil venjuleg hlaupahjól fyrir yngri kynslóðana. Það var í umræðan á þeim tíma líka þegar við vorum í þessu að við ættum ekki við settum ekki upp sko stærri stæði fyrir stærri hlaupahjól, rafmagnshlaupahjólin, fyrir stærri krakkana. Það var ekki til nein stefnumörkun það að það væri ætlast til þess að krakkar eigi að koma á rafmagnshlaupahjólum í skólan. Þannig að mín skoðun var þessi að við skildum ekki setja upp stæði fyrir rafmagnshlaupahjól á grunnskóla borgarinnar þess að við erum ekki að ýta undir að búa til hvata fyrir krakkan til þess að vera að koma á rafmagnshlaupahjólum. Það verður raunin, það er viðsamt. En nú þetta líka fjölmenni vinnustæðir skamt. Og kennarar eru náttúrulega kannski komið með strætó í Mjódd og þá labba þær upp yfir, þannig að geta það tekið skútu upp yfir. Svo mætti kannski hafa þetta aðeins frá skólanum. Já, nei, ég hef ekki talað um sikur betur, ég er ekki að tala um svæði, en sérstök stæði, þar sem þeim er skellt í og þau læst, það er sem sagt einkahjóli. Já, það held ég eins og til dæmis bara við Frjálsskólann sem þekkir til búið að setja svona grind þar sem eru fest, eða þú getur læst rafmagnshlaupahjólin og bara öllum hjólum við.
Ég einhvern veginn sá fyrir mér safnstæði, bara eitt bílastæði sem tekið ef að það heitublettur. Það þarf ekki að vera. Grunnskólalóðir, ekki þannig að sé aðgengi. En fyrir utan skólana, það en ég meina Það er að aðgreina eignarafskútur og leigurafskútur. Þetta fyrir leigurafskútur. Já, ég meina Þetta verður fyrir leigurafskútur. Og í dag sko rauninni núna búið að banna notkun barna 13 ára á yngri afskútum. Og ekki sem sagt leigurskútur þar, ekki allir sem að því annars 15 eða 18. En hægt að reyna á milli ef þú sett með rafskútu, hvort það sé leiga eða þú veist upp á safnstæði? Nei, það aðalega bara að þú safnir þá skútum sem að fólk að mæta til vinnu með, meðal annars, á eitt stað, en þetta sé ekki inn á þá skólalóðin eins og þarna, eða það sé bara eitt bílastæði sem er þá bara merkt safnstæði fyrir rafskútu. Já, af því nú ekki alveg inn tækninni, þú veist, ef þetta væri ekki hopp eða eitthvað annars svona leigur rafskútu fyrirtæki, heldur, ekki hægt að vera með system þar sem þú getur, ef þú átt rafskútu, það var fullt af fólki sem á rafskútu. Ég held að þú aðgreinir þetta með því að svæðin sem þú ert með fyrir leiguhjólin bara svæði. Þú ert ekkert að bjóða upp á þeim stæði þegar það til þess að læsa. Þú setur ekki þín enga skútu á svæðinu ef á stað sem þú getur læst í. Þannig að það er ekki mörgum tilvikum, þá tekur fólkið bara með sér inn á jónustæði. Þetta Það sem ég veist kannski svolítið vanta í þessar tillögu og reyndar bara almennt í þessu umræðum sem mál og umgjörðum sem mál á landsvísu bara þetta getur bara verið hvati þá fyrir samstæði og hvað svo það bara hvort að leggur þeim þarna eða farið afsláttur að leggur þar eða ertu samt að gera eftir. Það voru svona sem komum frá forsvarsmönnum hátt þegar við komum að fund hér. Það væri eitthvað svoleið. Það er komið við erlendis. Það aðalega til Þannig góðbúið. Sóló, Strætó og Kópavogsbæ í samstarfi þannig að það eru tiltekisvæði í Kópavogsbæ þar sem hún fær afsláttið. Já, það bara til þess að taka, búa til hvata þannig að þú takir skútuna sem þú ert að leigja. Í staðinn fyrir að setja henni bara, skilja henni einhver stað við, það sé ákveðið safnstæði á ákveðnum stað sem er miðlægur og heitur, af því það eru margir sem fara þar í gegn, og skilji hjólið eftir þar í staðinn fyrir að skilja það bara eftir einhver stað. Grunnskólar mega alveg fara út mín vega, en grunnskólar eru þetta fjölmenni vinnustæðir, sko. Ég má ekki bara orða þetta þannig að það sé nálægt, já, ég veit ekki. Já, þetta er náttúrulega vand með farið, eða þú vilt setja grunnskóla, ekki grunnskóla, þá er það betra að bara taka það út. Það eru þetta stæði á lóðum skólana til þess að læsa hjólum, sko, það eru hjólar. Það bara sé bara við greinagerðinni að þetta passa ekki við skólana, að þetta sé ekki umferð af þessu, þú veist, sem geti þó verið hættuleg. En umferðin er til staðar núna fram á stígum við skólana, sko, skólanar eru það, sko. Ég bara meina að þurfti að velja kannski staðsnýtuna þannig að, þú veist, væri sem minnst líklegast til þess að búa til umferð. Bara hún sé ekki yfir göngulegina sem þetta, ég var alveg til að setja það inn. Ég vil ekki bara... Það hefur verið frestað? Já, þannig að viltu ekki bara... Það er líka sér gott, því ég held að það sé efnislega samstæð hana, það er gott að hæla þessi orðalagi og svona. Af því ég þeirra persónulegu skoðunar, alveg líka að það fyrir borgarpólitík, að mér finnst notkun á þessum rafskútum, þegar fyrir mér sem gangandi vegfarenda. Þetta hefur allir því farið mjög í taugarnar upp á öryggi, sko. Og líka að þetta sé skilið eftir eins og ég bý öðru hverju í borginni. Sérstaklega ef það kemur snjór og svona, þetta getur mjög slæmt fyrir eins og þá sem við fatlaðir eða eldri borgara og svona. Allt í þessu það ekki að gera. En ef þú ekki bara, ef henni frestað, Hvað skoðað þið það? Elisabeth, ef henni frestað og við erum með einhverja, viltu ekki bara koma Július með ábendingar til mín út frá þessu? Þannig að ég bið ykkur að senda á mig þannig að segja þetta það er mjög ekki Algjörlega. Já. Algjörlega. Við vinnum það bara með því, já. Og svo er ég með aðra tillögu. Leigufundar. Það birti það þar. Ef hún er einhvers staðar. Sem tengist samþættingu vetrarþjónustu hjólustíða við Kópavogsbæ. Og byggir hérna á meðal annars hugmyndum erlends sem að setja sér sambandi með eða við tölum saman.
þar sem að verða að beina því til borgaryfirvalda að samþætta borgarsöðun vetrarþjónustu við Kópavogsbæ á stoppstíðum hjólreiða í samtali við Hagalens og Landssamtök hjólreiðamanna. Lagt til að samþætting verði aðallega skoðuð við undirgöngin yfir í Kópavog við Álfabakka og hjóla- og göngubrú yfir Reykjanesbraut framhjá Stjörnugróf, Rósagarðinum og niður í Fossadal og stígatengingu úr Kópavogi sem að vera við Mjódd, þar sem er svona þríhind skörun stíga. Ég hef heyrt af því að það sé sem sagt mokað yfir hinn moksturinn. Og það er sem sagt fólki sem kemur úr Kópavoginum þarf að fara smóksting. Þannig að þessi þríhyrningur sem sést á korti sé einhvern veginn að menn tali sig saman hvernig hann sé þjónustaður. En þú sjálfsagt að það hefur ekki þurfa að tala það sko, að sveitarfélögin tala sig saman svona hluti? Já, en það er bara ekki gert. Þannig að þess vegna erum við með mann eins og Ellen sem er mjög ötulur við það að benda á í gegnum ábendingar. Þannig að eins og Kópavogsbær með eitthvað vesen en þá má bara tala það sko, ópenbarlega. Já, ég held að þetta snúist ekki eitthvað vesen. Ég held bara við þurfum kannski að beina augunum þangað og fá samtal þessa 3 þætti sem að Erlendur er búinn að koma inn á. Þannig að við getum þjónusta þennan hóp, sístækkandi hóp sem velur það að létta á umferð og hjóla í þágu síns sjálfar og þannig að við getum einhvern veginn orðið við þessu. Þannig að ég svona með leyfi fundar að kanna hvort að ráðið sé tilbúið til þess að samþykkja þessa tillögu. Já, ég held að sé sem sagt í endilega það er ekki ásetningarsteinn á milli sveitarfélaga, þetta sé aðalega kannski einhver stíð sem ekki forgangi fyrir forgangi í Kópavogi. Og svo held ég þetta sé líka bara framkvæmda aðili, sem sagt verktækin. Þeir eru bara að keyra eftir GPS-i og þú sér þetta bara innan Reykjavíkur líka þegar skarar sem sagt stígahreinsum versus götuhreinsum, að þá bara þegar ef stígarnir hreinsaði fyrst, svo kemur snjómoksturinn klukktíma seinna. Þá ryðja þeim bara fært yfir stíginn, því að stígurinn liggur kannski einhvers staðar yfir götu og pæla hitt í því og þá er stígurinn á ófær. Þetta er bara mjög Þetta er svona common sense sem þarf að laga, sko. Fínt til það og ég held að það séu allir velviljaðir til þess að vilja leysa þetta. Það er engin ásetningarsteinn þarna á milli sko. Þetta snýst að menn séu bara upplýstir að þetta er atriði sem má aðeins hugsa betur sko. Veist þú Erlendur hvort að Kópavogsbær hafi hug á því að gera sérstaklega hjólastíg upp þessa leið? Ég veit ekki til þess. Við vorum á fundi með þeim í morgun það snýrist mest Fífilsveginn og var æsingur í loftinu vegna sem var verið að fara að kynna samgönguáætlunina hinum megin götuna komið klukkustund seinna og við erum að fara að hitta Kópavogsbæ aftur eftir svona 1 og það sem við ætlum að reyna að taka aðeins stærra sýn á það meðal annars efst í Fossvogi sem að hefur verið eiginlega dálítið fyrir utan radarinn Kópavogsbæ dálítið lengi og fókusin hjá Kópavogsbæ hefur verið Fífilsvegur og þessi fyrsti og annar klassi borgarinn. Ég veit ekki neitt hvað við ætlum bara að gera þetta. Þannig erum við allavega að hvetja til samtals. Og kannski smá samhengi í samtölum Söru þessar tillögur sko að ég hjóla mikið í gegn og það var óbúslega mikið af fólki sem lappar á milli Mjóddar og sem smiði og Skemmnavegs hins vegar. Og einmitt vegna þess að götutækina því að undirgöngin ekki nokkuð, götutækin koma í gegnum Álfabakkann og bara ryðja upp stórum sköfnum. Sem síðan þegar snjórinn fer að fara, lappa undirgöngin og það setja sér skaflar eftir. Þannig meiri sem það bara það að ryðja gangbrauð myndi strax fara að hjálpa. Ég held að það séu teknilega erfitt sko að skafa rampinn eða tröppur eða eitthvað slíkt. Bara það einmitt að götutæki og stígatæki sé ekki slást í rauninni. Það getur stórbætt ástandið fyrir sko gangandi sem að fara hérna milli. Ég get sagt að því ég fór á fundum daginn með ráðgjöfum sem eru með garðheimaritin og eru svona bara að starta því og fá hugmyndir og heyra í fólki sem kemur að þessum málefnum sem snúa að skipulagi svona rits.
Ég hvatti bara svolítið til þess að þeir myndu útvíkka aðeins bóksveit, horfið á þessu undirkvæm sem er það, að þau getum ekki opnaði og tekið þau svolítið mér inn í skipulagi fyrir nýja garðheimaréttin og látið þetta svolítið flæða saman. Það er svona bara að reyna að fá ráðgjafann til þess að aðeins að reyna á sig og koma með hugmyndir. Þú fara svona aðeins út fyrir bóksveit og kerfisrammann hérna og horfa til þess að alveg einhverja að bæði fyrirtækjum og þarna síðan leiðir í gegn sem að vera mjög skemmt að síðan. Strætó stoppa líka þarna og það stoppa yfir sko. En þetta verður kannski bara tækifæri í 33 milljarða híti sem hafa verið undirritað í dag svona til framtíðar, en það breytir því ekki að það þarf að vetra þjónusta þessi göng, þannig að bara fólk geti labbað í gegn og hjólað. En hefur svona ábendingum ekki verið komið á framfæri við bæði sveitarfélög? Af því að þetta svolítið svona spes. Nú erum við fjölskiparáð í hverfi í Breiðholti, Helgi, og nú tækifæri til þess að bara leggja fram tillögu til þess að fylgja því eftir þeim ábendingum sem hafa ítrekkað komið inn í ábendingavefinn, og þegar það verða undirbúa vetrarþjónustu, bæði útboði og líka bara þegar veturinn handan við hornið. Þess vegna átti ég samtal við Erlend til þess að fá ráðið með mér í lið. Já, en aftur þessi til að hún bara, mér líst það ágætlega til að mér finnst bara spes að þetta svona framkvæmdaratriði sem að þeir sem að bera ábyrgð innan viðeigandi sveitarfélaga, Reykjavík annars vegar og Kópavogur hins vegar ættu að geta séð á þess að sé eitthvað svona sérstök Já, það greinilega bara glemst. Það bara Já, ég ekkert á móti, en aftur sko, þessi tillaga var ekki lögð fram. Ég búin að taka hann inn með leiðindar. Þú ætlar þú að fara aftur fram á frestuna? Já, vegna þess að það bara standart vinnubrögð af hálfu meirihlutans. Erum við hér í pólitík í íbúðarráðinu, Helgi? Eða erum við að vinna í þágu borgarbúa og Ég held að hún bara efnislega samþykkt á næsta fundi. Já, það fyrir næsta fundi þegar það myndi skoða aftur. Já, mér fannst þeirra tilefni til þess að gera það. Já, en við eitthvað alveg tilefni til að þessari, eða þetta bara gera Mér finnst þetta að vera mjög sérstakt. Ég myndi geta vilja kynna mér máli betur. Ég að sjá hann að texta fyrirfram. Ef það hefði verið þannig að maður hefði fengið eitthvað samráð og fyrir fundin og fengið eitthvað upplýsingar að þetta væri í bígerð, þá hefði maður verið gert með opnum hunsa. Eitthvað óskiptana sem ég varst ekki viss með. Já, en þetta er bara kjarnaatriði eins og stjórnsýslunni hjá Reykjavíkurborg. Hún er hönnuð fyrir þá sem eru meirihluta, fyrst og fremst aðalega, og þá sem að að starfa inn í kerfinu. En þetta meirihluta tillaga þínu mati? Já, ég bara sjá þess að tillaga. Er þetta meirihluta tillaga að þínu mati? Ég hef rétt af því að fara fram að henni sé frestað og ég vil að henni sé frestað. Mér hefði þótt að vera bara meiri sóma því. Það hefði haft samband við og sagt, hérna ætla ég að leggja fram þessa tillögu og þá hefði ég getað að lesa og kynnt mér og sagt, já, ok, hleyfum sér gegn. En að gera það hérna á fundinum og stilla mér hérna upp í vegg. Það er enginn að stilla þér upp í vegg. Vegna þess að ég Þú ert að stilla sjálfur upp í vegg, Helgi. Það er ekki við sem gerum það. Þú ert að brjóta fundarsköp de facto með hvernig hlutin að ganga fyrir sig hérna hjá Reykjavíkurborg og ætla síðan til þess að ég samþykki það. Ég gera það ekki. Með þessar varðandi hjólastíða og þá stíga sem við viljum bara hafa í lagi og í þjónustu. Já. Þú getur sent mér þennan texta. Þú komur úr framfæri við þá sem að sinna vetrarþjónustuna í Reykjavíkurborg. Sá sem gerir það í dag var sáur vetrarþjónustu hjá Kópavogsbæ, þannig ég fulla trú á því að hann geti samtækt. Já, mér finnst mjög vel á það. Menn að auðvitað á þetta að vera þannig, þetta á ekki verið svona flókið, sko. En Helgi, sem ópolítísku fulltrúi og íbúi í Breiðholti til margra ára, ertu ekki taka þetta kannski aðeins svo langt? Þú ert að hugsa hag fólksins sem býr í hverfinu. Ég skil að þú ert prinsip maður, en var ekki nóg að gera það bara með fyrstu tillöguna og kannski lifa þessu að fara áfram? Það ætlar að skoða betur. Við erum með fólk sem að nota þessi stíg og eindirnar og þau vita nákvæmlega hvernig þetta er. Ég sé þetta sem íbúi hverfisins. Það er að vera snjóa, en svo ekki hverfisins. Hvenær er næsti fundur? Ég sjá það að fundadagar. Hvenær er næsti fundur?
Næsti fundur í september. Og þessum fundi, hann 4. Já, hann er 4. september. Þú veist, það til 2 vikur. Og við skilst að Kristín ætla að koma að þessum skilaboðum áleiðis. Það hætti að ákvæmst fresta þessu sko. Já, ég meina þannig ég get ekki séð að það sé 100 í hættunni, sko. Nei, þú þurfum við ekki að ræða þetta þegar þú ert að fara á frestun, hún er komin í fundargerð, það þarf ekki að færa málefnilega rök fyrir af hverju maður fresta, maður getur óskað eftir frestun og aðeins fyrir einhvern veginn að taka því, bara svo þið nýtið tímann. Og bara veistu okkur í næstu, ég ætla að taka gestunum hérna fyrir það. En mér finnst þetta að vera góð umræða. Fundarstjóri hérna formaður að það fara að kveðja gesti, þannig að þú bara fyrir fulltrúin að sitja, þannig ég þakka þér fyrir Erlendur og ykkur báðum fyrir komuna og fundum. Takk fyrir Og mögulega verðum við bara í frekari samtækta og ég ætla ekki að biðja þig að halda áfram að pota í okkur þegar til að laga og gera betur. Tímulega skilja mjög takk. Bara, gott að fá okkur. Takk fyrir mjög, það er línur að hjálpa þetta að svara. Ljómandi, takk fyrir. Það myndi okkur í næsta dagskrárlið. Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins verk og framkvæmdaáætlun vegna skiptistöðvar í Mjódd. Þú varst nú ekki á fundinum, Helgi, þegar þessi tillaga var tekin inn. Nei. Og Nei, hún kom, held að það var í apríl. Ég minna að það var í apríl. Þannig að Og það fengum við ykkur áfram en ekki og fengum við svör síðan. Já. Og í rauninni, í kjölfarið þá fór ég á Örkina og átti samtal við, henni var alltaf fresta fyrst og fremst vegna þess að samtal við nýja rekstraraðila var bara á borðinu. Og í rauninni fékk ég svör þá að opnatíminn hefði verið lengdur, að það hefði verið bætt við öryggisgæslu á svæðinu. Það væri á leiðinni þá sjoppa eða svona við og nú þetta að kaupa sér pilsu og svona og bara aðilinn ætlaði að gera biðrýmið vistlegra. Það kom þarna stólar og borð og atriði. Því miður þá var hurðin sem sagði hvenær opnatíminn var, hann var ekki upp. Það var sandblási eða plastfilma sem var mun lengur með röngum opnatíma upplýsingum heldur en í raunin var sko. Já, þannig að mikið til af eða allt sem tengist þessari tillögu er einhvern veginn komið til framkvæmda, þannig að ég var náttúrulega að spá hvort að við getum bara vísa henni frá. Þetta er komið í rekstraraðili? Já. Þetta er bara einhver sem ekki rekstraraðili sem heist annars staðar eða? Hann er bara þekktur, hann er með skemmtistæðir, einhver skemmtistæðir, kaffhús og eitthvað svona. Þannig að ég verð bara að testa því að þetta haldi. Nei. Ég þekki ekki, þetta er ekki nætt, bara aðili sem tók þetta að sér, þannig að ég... Er einhver formsatriði sem eru andfóðar við tillöguna? Af því að þú ert að vísa, það verður þá að fellana. Ég get ekki séð að sé eitthvað sem að... En þú vísar henni frá, af því það eru ákveðin þættir sem tengist opnatími hefur verið lengdur, öryggisgæsla hefur verið aukin. Það er búið að græja biðstöð að rými sjálft með stólum, borðum, bekkjum. Það er búið að opna þarna með þessa sjoppu og þeim forsöldum þá mætti bara vísa tillögunni frá en ég þarf þá atkvæðagreiðslu við það sko. Það með einatriðin eins og salsæstuði og framtíðar sín og eitthvað svona. Já. Það er önnur tillaga sem að ég get komið með inn á fundinn. Já, það mátti alveg gera breytingar til þessa tillögu. Já, Já, en þú veist, í rauninni væri hægt að leggja til breytingartillögu, en mér finnst verið andi fundarins vera þannig að já.
Þú veist, breytingatillagan er víðtækari heldur en þessi tillaga. Hún kemur bæði við skiptistöðina sjálfa og nánasta umhverfið sem kallar á svona aðgengismál, öryggi, lýsingu. En við getum varpað upp tillögunni. Nú ykkur rekstur þarna sem Já, það er bara einhver sem leigir af póstinum, sko. Pósturinn á húsnæði. Pósturinn leigir þriðja aðila húsnæðið. Já, er þetta ekki... Er eitthvað svona útsölu? En það en það komið hann að shoppa. Það er að kaupa sér gos og vatn og pilsum, ef maður svangur. Og það var aðeins svona huggulegra að vera. Það var alltaf brotið, rúðurnar voru brottar þarna fyrir ekkert svo lengur. Og nefna skemmdarverk, en sem sagt... Búið að laga það eða? Já, ég held að það hefur verið lagað samdægur, sko, eða bara daginn eftir. Það voru við fengum aðeins til þess að koma til þess að leysa málum þangað til að það var gert. Nú er komið sjoppa, sem segir, og aðeins sem reka í þessu rými starfsemi. Þessi tillaga ekki komið frá þér ekki, hvernig? Nei, þetta er breytingatillaga við tillöguna. Já. Það sem að íbúðarráð beinir því til borgarráðs að láta vinna tillögu að breytingum á skiptistöðinni Mjódd og nánasta umhverfi hennar þannig að aðstaða og umgjörð verði í senn aðlaðandi, aðgengileg og veiti viðskiptavinum sérstaklega konum meiri öryggistilfinningu og laði þannig að sé fleiri farþega. Þegar kostnaðarmetin tillaga liggur fyrir gert ráð fyrir að verkefni verði sett á fjárhagsáætlun og svo hluti framkvæmda sem tengist öryggi og aðgengi verði sett í algjörum forgang. Og ég aðeins bara að upplýsa ef það liggur ekki fyrir. Þá ítrekkað búið að reyna að fá aðila til þess að vera með ítrekkaðan rekstur þarna inni, sem sagt auglýsa það, en það hefur ekki borið árangur. Þannig að það að gera þetta aðlaðandi, þá eftir fyrir hver á að gera það? Við. Borgin. Okay. Borgin á að tryggja aðgengi þannig að í rauninni lýsi þessu þarna, ég meina það er bara hellulögnin henni kring, er uppklipp stór tré sem eru veita vondan skugga, það má bæta úr lýsingu, þannig ytrabyrði í kring og svo er þarna hugmyndir sem voru lagðar til grundvallar með vinnu árið 2015 sem áttu nú að vera hlekkarna við sem verðist ekki á að hlekkurinn var beint inn á tillögurnar en það er greinlega dottið út í Já, má ekki vera svo ég fikk ekki athugasemd Já, það er múlið sko Já, hann geti ekki sagt á vinnutillögu frá árinu 2015 það er þetta að segja eitthvað svolítið þannig að menn viti Það getur bætti börnum Já, börnum líka það er líka Ég hef bara fengið viðbrögð frá konum sem að lýsa óryggi í kringum Mjóddina. Það var kannski sem gerðist 2015. Já. Það myndi gera það að væri meira öryggi. Já. Og það er kannski ekki fast. Það er eitthvað kannski árið. Já, ég er bara að gera árið sko. Hvernig það hefði framkvæmt og segja bara að veita viskan meira öryggistilfinningu, En öryggistilfinning tilfinning ólík hjá eftir fólki, þannig að þú þarft svolítið að tilgreina lýsing getur verið öryggi fyrir þig en ekki fyrir mig, skuggi af trjám, það er svo mismunandi, það er bara ákveðin svona þættir, þetta til dæmis að þú svolítið kynjaglegur á þig, þá er ólíkt eftir kynjum. Það er alltaf fyrir mér, bara hver svona, hvernig getur verið í praktík á því að tryggja öryggistilfinningu. Það er fyrst og fremst lýsing og opið svæði þannig að þú sjáir vel fyrir hotnin og svoleiðis og svo það Ég er bara mjög ánægður með þessa niðurstöðu Ég er bara því sem ég er mikil ánægður með þess Það er gott að geta glatt þig Helgi minn En sko vegna þess að prinsipið hjá mér hefur verið frekar einfalt Ég hef að horfa á mínu mati mínu persónulegu pólitísku skoðun ánægða framkvæmda niður í bæ eins og við glemum Og svo er ekki hægt það sem eru flest strætófarþega, það sé ekki hægt að eyða ákveðnum peningum að hálfu skattgreiðanda til þess að sé alvöru þjónusta
nánast allan daginn og ég að tala allan eftir aðtökum sólarhring. Og vegna þess að ef við viljum bæta almenningssamgöngur þá þetta mjög mikilvægur höfn, Mjóddin. Og út af það gekk tillagan, við höfum verið í Sjálfstæðisflokknum í fyrir aðrar tillögur varðandi Mjóddina. Og þannig að ég bara mjög ánægður að þessi samstaða hér svona að það sé verið að vinna í að horfa á hluti til framfara fyrir skiptistöðina. Vegna þess að mér hefur fundist annars staðar í kerfinu sem verið að eyða miklum peningum sem ég tel vera óskynsamlegt. Og ég væri miklu meir til í að sjá þá peninga í Mjóddinni. Já, allavega, það þá eitthvað sannlega, þá ekki að brota því, en allavega, sko, mann veist ekki með þessi ómikill munur, það bara allt öðrum einu og ekki til það mér. Já, allavega, ég bara mjög ánægður með breytingatillöguna og styð hana. Já. En samkvæmt uppfærði samgönguáætlun, hvenær verður uppbygging? Já, sko, við vitum það ekki. Samgöngusáttmáli var undirritaður í dag og þú veist, við íbúar náttúrulega búið að tala fyrir flýtingu borgarlínu upp í Mjódd núna síðan 2019. Þannig að ef við ekki bara vona að það sem kemur upp úr kassanum í dag sé Mjóddinni og Breiðholtinu til En ég ætla að binda vonum við það, ég ekki búin að náðu ekki að lesa. Þannig að þurfum við ekki þá bara að leggja þetta til samþykktar? Já. Já, þetta einróma. Það ánægilegt. Mjög svo. Þá var þessi dagskrárliður aðgætt. Já, og ég nefnilega með aðra tillögur sem tengist Mjóddinni. Sumir voru nefnilega að vinna svolítið í sumarfríinu sínu. Ég las greinina þína frá því. Já, hún aðeins búin að vera að vinna í sumarfríinu sínu, sko. Þannig að og það tengist einmitt samgöngum, almenningssamgöngum í Mjódd og tengi ekki Mjódd. Og ef að Elísabet væri til í að varpa þeirri tillögu og það í rauninni ástæða fyrir fattum við til þess að var í rauninni reynsla ferðamanna sem sóttu hingað heim upp í Breiðholt og þeir lentu bara í vandræðum að komast hingað upp yfir af því þeir komast ekki frá Keflavík. Þannig ég fór aðeins að skoða þetta því ég var að styðja þau hvernig þetta komast upp í Breiðholt beint frá Keflavík. Það var bara ógefningu fyrir það að koma beint til upp í Breiðholt og úr þessu þetta sem sú reynsla, þannig ég segi ef 100 manna byggðarlag sem öll fjölmennstu hverfi í Austurborginni og Kópavogur myndu nýta sér þennan strætisvagn eða þessa almenningssamgöngutengingu til Keflavíkur. Þannig að þetta bara flugrúta í rauninni, já, Mjóddin í rauninni tenging út á land. Þetta í rauninni bara miðstöð almenningssamgöngu, ekki bara fjölmennasta skiptistöðin fyrir höfuðborgarsvæðið, heldur líka tenging út á land. Og héðan fara strætó vestur, norður og austur fyrir fjall. Það nokkur sem fara austur fyrir, einn á Höfn, einn í Þorlákshöfn, einn á Selfoss. Þannig að héðan æðin út á land. Og héðan líka, og það mjög sérstakt að það til ferðamenn sem vilja bara halda beint út á land, eru í sjálfbærri ferðaþjónustu og við erum með hjólhýsi með sér. Þeim öllum stefnt niður í bæ. Fyrst og síðan þurfa þær að koma hingað með strætó og svo út á land. Og þetta mjög svona skrítið og skrítin forgangsröðun að leið 55 sem fer til Keflavíkur frá BSI sé ekki til með leið 55A til BSI og B upp í Breiðholt. Þannig að úr þessu var þessi tillaga sem að ég myndi gjarnan vilja að ráðið myndi bara samþykkja að reyna að finna flöt á því að það verði hér tenging fyrir þennan austurhluta borgarinnar sem telja fjölmennstu hverfin fari hér gegn. Þetta myndi styrkja Mjóddina, þetta myndi spara tíma, þetta sparar í rauninni bara óþarfa flæking og ferð út á Keflavík. Sem sparar umferðina niður í bæ. Umferðina niður í bæ, þetta tengist loftslagsmálum, þannig að það ávinningur og margvíslegur ávinningur, ekki bara fyrir íbúana hér, heldur ferðamenn, íbúa sem vilja fara beint út á land,
fólk sem til dæmis utan á landi og vil bara byrja út á land. Markmiðið að draga úr umferð, fækka bílum á Reykjanesbraut, bæta loftgæði við þungar stofnbrautir, því að 1 af hverjum 3 bílum til dæmis á Reykjanesbraut bílaleigubíll og að lokum gæti samgöngumiðstöðin í Mjódd orðið lykilli að bjóða upp á sjálfbæra ferðaþjónustu, laða sér mannlíf og sem aftur eflir þjónustu og atvinnustarfsemi í Mjódd. Hvernig líst þér nú á þetta, Helgi? Mér finnst þetta áhugavert og sko ég samt myndi kannski vilja það er aðeins held ég að melta það sko því ég veit að það er eitthvað mjög sérstakt fyrirkomulag í gangi varðandi samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur með rútuferðirnar. Eitt er auðvitað strætó, svo ertu með einkaaðila og þeir sem sjá heldur 2 einkaaðila sem eru með þennan sérleyfisrekstur, hvorugur þeirra kemur í Mjódd. Annar þeirra stoppar í Hamraborg sem ég sótt mitt fólk þegar það kemur flugvallinu. Hinn stoppar sem sagt í Hafnarfirði og Garðabæ. En það er hvergi stoppað hér, þannig að allt fólk sem býr á þessu svæði gæti þá reynt að koma sér hingað. Já, ég er efnislega sammála. Þú getur setið hjá, sko. Þú þarft ekki að Já, en ég er með það í hendi að biðja frestun, sko, og hún er þá afbyrðið fyrir september. Þegar málið þá getur skoðað, sko. En þetta mér finnst það mjög áhugaverð og góða pælingar. Ég er líka bara velt að finna almennt upplýsingum strætósamgöngur. Ekki svolítið flókið, ef við bara erum talað svona mannamál, sko, ef þú lendir í Keflavíkurflugvelli, ertu ekki að labba einhverja langa leið til þess að ná strætó? Það er búið að breyta núna, að vera að gjörbreyta aðgengi að bæði strætó og rútum út á Keflavík. Nei, þeir eru búin að breyta, bílastæðin er ekki lengur, það er rútustæður, strætó og stoppstöð næst þar sem maður kemur út og svo er bílastæðin sem eru fólkið svolítið lengra frá. Já. Þannig að það er rosa mikill ávinningur úr þessu. Það er ekki mjög talað þú veist bara að það sé svo lítið einhvern veginn af upplýsingum strætóverðir, þú veist að það er ekki fyndið núna. Þess vegna þurfum við að grípa græsina meðan við erum grunni. Þú veist, og ég meina þetta er líka bara, það er bara ekki bara sagt ykkur að þeim íbúum sem búa austan 11 er mismunað með þjónustustig hvað þetta varðar. Ef að ég ætla að fara með strætó þá þarf ég að byrja að taka leigubíl í bæ eða láta eitthvað skutla mér í flugvöllina. Já, já, það er reyndar áður en öllum fyrir byrjar, en þetta snýst líka að reyna að nýta kannski þennan stað og þennan höfn og þannig að önnur hver leið geti verið í Mjóddinni en hinn í BSI. Það þarf ekki að steypa öllu niður í bæ sem þurfum við síðan aftur að fara út. Það er bara... Já, ég er bara, maður veit ekki. Það var? En hver er að reka landsbyggðarstrætó? Er það strætó? Vegagerðin, innviðaráðherra. Það er ekki strætó. Nei, þetta er ekki byggðasamlag. Borgin getur ekki gert með þetta. Nefnum að taka samtal við innviðaráðherra og vegagerðina. Því að 55 leiðirnar, 57, 50 þetta, landsbyggðarstrætóin er þjónustaður og skipulaðir leiðakerfi er á vegagerðinni, sérstaklega deild innan vegagerðinni sem sér þetta. Þetta vegagerðin strætó, Já, bara sem almenningssamgöngur. Það er almenningssamgöngu deild, bara eins og þegar þeir eru með siglingar, eins og bara Baldur og Hríseyjarferjan og þannig að þetta var svona til þegar maður fór að reyna að hjálpa þeim sem var að sækja Breiðholtið heim og þá bara áttaði maður því að það er ekki með það hvað að gera. Við gerum mjög viðbúrin heimlega við, sem að það gera fólk sem að það bara koma til sína. Já, ég meina, við erum alltaf með 100 íbúa sko, og þú þarft ekki annað, margir eru farið til útlanda og sækja fólki sitt og svona, þannig að það er náttúrulega líka íbúar, ekki bara ferðamenn. Það er hvað margir ferðamenn náttúrulega í ár, þetta ekki 3-4 milljónir. Nei, milljarðar. Það er að hafa eitthvað. Já, milljónir, já. Þannig að þetta ertu bara að koma með rekstrargrundvöld bara. En hvað segir þið, Helgi? Ætlar þú að fara fram á frestun líka? Já, þú veist, það er svona, já, nei, ég myndi ekki sitja, mér líst vel á ég er sammála þessu. Þú ekki bara hoppar ekki bara um borð?
En mér finnst þetta að vera mjög lógist að Mjódd sé miklu meiri svona center. Eða þú veist þá mætti hugsa sér Smára mögulega líka sko, eða Mjódd, en ef þú hugsaður Mjóddina sko frá landfræðinni, þá hún rosalega miðsvæðis. Við hittum strætóðum í ganga hérna sko líka, landsbyggðarstrætóðum. Það er að flytja landsbyggðarstrætóðuna í Smára? Nei, nú var ég bara ef þú ert að horfa á höfuðborgarsvæðið. Já, en það er stoppað í Hamraborg, sko. Það er mjög margir sem sækja aðstandendur og gesti í Hamraborgina. Ég ger það. Allavega okkar þegar ég að taka flugrútuna, ég til flugrútuna. Já, þú ert að tala landsbyggðarstrætó. Ég er strætó. Já, þú ert að strætó. Já, fyrir ég glæst. Þannig að þú veist, það er, ég get ekki beint því til ráðherra að tala við einkaaðila. Þú veist, þeir þurfa kannski að Já, það er svona sér leyfi. Já, það er vísið, sko. Við erum að tala almenningssamgöngur. Já. Nei, ég minnist bara vel á þetta. Ég er svo spenntur, ég held að ég fór það til mér. Þetta þá leggja þetta til samþykktar? Ljómandi. Nú erum við um. Já. Viltu það næst að ræða? Dagskrárgrest og ekki valið dagskránni? Jú, það er þetta afgreiðslubréf líka. Þurfum við ekki að leggja það fram eða? Umhverfisskip vegna... Það er mynd á... Þriðliðurinn legg það fram. Það er að deila dagskránni. Og svo er fundardagatalið. Bréf, afgreiðsla einhverjum skipulagsráðs. Já. Já, ég gleymdi að segja, ég var með sameiginlega bókun, annars verður við fyrsta liðin, annan liðin og svo þennan lið og ég ætla bara að segja ykkur, eins og við náttúrulega rættum á síðasta fundi þá vorum við svona nokkurn veginn sammála að það væri óhefnilegt að taka stúdentaíbúðirnar út og setja fjölskylduíbúðir og inn og mér finnst bókun meirihlutans í ráðinu vera þess eðlis að ég hnaut það hluti sem að mér fannst bara mjög sérstakir og ég setti inn drög að bókun þar sem að við kannski það sem við í rauninni verið að segja að uppbyggingaraðilar stýra hvar þeir vilja byggja og þeir geta valið sér uppbyggingarstaði innan borgarmarkana en þannig að það eru uppbyggingaraðilar sem að leiða þarna það er látið það í að því að uppbyggingaraðilar í þessu tilfelli var það einhver ákveðin aðili og mér finnst mjög skrítið að það sé svona lína dregin að það sé uppbyggingaraðilar sem að móta borgina en ekki borgin sjálf. Þannig að þeir vilja ekki byggja stúdentaíbúðir af því að þeir ræða ekki sem mikið stúdentaíbúðir. Já, það er við getum bara skilið það eftir í loftinu en mér finnst þetta ágefni ef að þetta er eitthvað sem er sett þarna inn. Þannig að ég legg þetta fram og svo kannski sýni ég bókunina eftir. Svo er það fundardagatalið fram á haust, þetta jóla. Fyrsti mánudagur í hverjum mánuði. Fyrir utan þennan fund sem við þurftum að fresta. Þannig að þetta er 4. september, 2. október, 7. nóvember og 4. desember. Eru þið með einhver athugasemdir við þessa dagsningu? Daga? Ég boða, eða Heimir, eða hver sem það ég boðum ykkur til í dagbókarfund til áfunda. Já. Og svo ef það verða breytingar, þá takk ég það fyrir jafnum og þá verður þetta eftir. Já, þannig hafa allan svona hugmynd. Síðan boða við ykkur fyrir eins og einlega Þú getur bókað ekki orðið fundarherbergi sjálf því það er betra tenging? Jú, við hefum bara gert það, já. Já, það var ekki það. Nei, við hefum ekki gert það sjálf. Ég beðið félagsfulltrúum að bóka. Já, ok, þá bara segja þetta. Heimir tekur svo bóttan, þannig að það var spurninga til þess þá eða kemur mális.
Ljómandi. Þá það bara fundagerðin og Þú með bara standa upp og tegja úr ykkur bara svona 30 sekúndur, mínútur meira. Þú ekki aðeins brýna? Meira að taka til. Jú. Er málefni hverfisins? Hvað? Er málefni hverfisins? Já. Voru það eitthvað sem einhver vildi ræða málefni hverfisins? Við vorum ekki búin að ræða, það er ekki heim búin að ræða það við að koma fyrir. Þið getið rætt, sko, þannig ég er mikil á það, getið þetta búið upp eitthvað til það vilja að fá eitthvað svona formlega umgjörð, að þá er betra að koma fyrir, svo að setja ákveða hvort það verði taka þessu einhverja mynd, en sannlega má ræða eitthvað og þá getur fólk að tekja punkta hvað. En er það ekki oft þannig að málefni hverfisins, ég held að Heimir hafi sagt mér það að það væri þá fyrir fólki sem er streymi og vil koma með eitthvað ábendingar sem eru fylgist. Það þarf að berast fyrir fund. Það þarf að berast fyrir fund. Já, af því að svo við getum sett það í ákveðin búning og eins líka svo þessi ekki persónulega gögn. Þannig að í rauninni, þetta er svona lýsand hvernig ráðan gera en þá fer fram einhver umræða bara svo að það sé alltaf vita að það kemur bara beint inn, þá það bara alltaf umræða en gott til þess að koma framfæri einhverjum. En við erum, já. Já, svo klukkan var það mætt, sko, þannig að það var svona, ég var að gera þetta við töluðum svo lengi hjólræðarnar. En þetta ekki streyma þegar við fyrir að rýna að fundagerðina? Ég var bara upp í streymi, sko. Já, bara, ég var með draugabókunum við fyrsta. Já, við ætla bara að varpa upp bókundarskjáðinni fyrir að. Já. Þannig að ég er nú bara að þakka fyrir kynninguna. Ég þakka bara fyrir kynninguna og mikilvægi ávarpa það því að ég fekk Erlend með mér á fundin að það sé brugðist við ábendingum sem berast í gegnum ábendingavefinn hratt og vel. Ég þarf að stakka þetta er svo okkurlítið. Já, mikil uppbygging. Sérðu þetta, Sara? Já, ég kom til að vera, já. Takk fyrir upplýstu og góða kynningu hjólreiðaætlunarborgarinnar. Mikil uppbygging síðustu ára hefur skilað sér í sístækkandi hópi hjólreiðafólks sem stundar samgönguhjólreiðar allt árið kring og hjálpar til við að draga úr umferð. Telur ráðið brýnt að brugðist sé við ábendingum sem berast í gegnum ábendingavef borgarinnar tengjast samgönguhjólreiðum og öryggi gangandi vegfarenda bæði hratt og vel. Brýnt að halda upp í dampi í uppbyggingu innviða tengt hjólreiðum í Breiðholti eins og að tengja Seljahverfi við stoppstíðanet hjólreiða, stoppstíð í gegnum neðra Breiðholt úr Mjódd upp í Efra, sem sagt austur-vestur-þverun og síðan þverun í gegnum hverfið frá Elliðaárdal í gegnum Holtið yfir Seljahverfi, sem sagt norður-suður, hvað kallaði hann það? Breiðholt Express. Breiðholt Express. Í gegnum hvað Holt? Þú meina hliðið? Já, bara Holtið á milli, þú veist, það sem hann sýndi, kallaði Breiðholt Express, það var dálítið skemmtilegt. Það var þá átti að byggja hraðbraut yfir í Seljahverfið. Það verður að setja sem í staðinn fyrir og hjálpar. Já. Það er eins og hjólreiðar fólk sé, ertu að meina Breiðholt, í rauninni þar sem hún ferð úr Seljahverfinu, alveg endan þar sem hann náttúrulega sagði að stígurinn væri hún ekki, það væri á næstu áætlun. Það er þessi þverun úr Seljahverfinu þvert yfir í Elliðaárdal. Þú þvera hverfið alveg beint. Það er eitthvað tengingar á milli, þú veist, þessi ásar, norður, suður og austur, vestur, þannig að fólk getur farið frekar svona. Hvernig farið gegnum Seljahverfi kamin? Já, það er ekki bara búið að hanna. Já. Skilur við, þetta er bara, það er bara brýnt. Jú, en ég meina það er bara núverandi göngustígar. Á milli þetta er bara það, en það er alveg að búa til stíg sem er sér hjólastígur. Má ekki bara setja punktana allt árið kring, eftir kring. Og allan að þú þarf einhvern veginn að botna þessa setningu sem hjálpar við að draga úr umferð. Já, það mætti þá vera sem hjálpar til við að draga úr umferð vélknúinna ökutækja.
Þú veist að draga... Bíla bara? Ég bara umferð að þunga, já, umferð bíla. Ég getum sagt bara umferð bíla því að annars færi fólk í bíl. Já. Til dæmis. Ökutækja. Ökutækja líka. Já, ég held að það bara að finna hefnilegt orðunar. Það er kannski koma eða... Já, bara koma, já. Þú var þetta sko, það er bara að tala hjólræðar og hjólræðarfólk. Það er svo að mála þetta mikið líka verið að raflöpi hjólræðar skútur þess að skari ekki. Það er sem minna stunda á veturna. Rafskúturnar sem til dæmis eru hopptekur rafskútur úr Breiðholti á veturna, sko. Fleiri athugasemdir um verkefni? Já, má ekki bara segja stækkandi, það þarf að vera sístækkandi. Vitum við nægilega... Það þýðir alveg að sama er raun. Það er síðan sama, það er alltaf góð lending að fara bara í einföldum. Við erum með skrautskjálki hérna. Er það fleira? Það er stöðt og eða því það er bara. Svo var ég með aðra bókun við hérna tillögunars Helga. Já. Það er hvernig það er í stærlega og það er bara við þurfum bara duglega að berjast fyrir þessu. Setja Breiðholtið á dagskrá í næstu hjólreiðaáætlun. Þú endur auðvitað bara á þú ferð gegnum fyrir neðan fellin, þá endar það bara umfylgkvæmt. En núna er þetta erfitt fyrir Seyðisfjörð, efstu byggðir sem undir Seyðisfjörðinu sem var mikið kallað eftir þegar við vorum að kalla eftir hjólastíknum samfélag Arnarnesveginum á sín tíma þegar það kom í auglýsingu eða skipulagslýsingu, við munum það. Við báðum stofnbraut meðfram Jafnarsili. Þá er núna, sko, maður skilur kannski af hverju því að það er náttúrulega búið að grafa allt í sundur núna og það er náttúrulega ógefningur fyrir fólki að fara í gegn á meðan aðstæðan er eins og hún er núna. En leið þessu undirgang vera tilbúin, þá náttúrulega kannski getum við aftur tekið þetta og haldið áfram að ræða þessa tengingu við nýja stígakerfið í Elliðaárdalnum sem náttúrulega verður núna klárað, vonandi. Dimma er náttúrulega komin í og brýtnar, tvær yfir Elliðaárnar sem er verið náttúrulega, þetta er rosa stórt framkvæmdasvæði núna. Já, þetta er líka bara í gær og svo er þetta kemst ekki hérna upp í hádegissmóa meðfram. Það næsta til tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um verk og framkvæmdaáætlun. Það sem er verið að útskýra breytingatillöguna á hvað grundvelli hún var til. Það voru bara eins forgangsraði, en við forgangsröðum ekki við bendum á forgangsraðaði. Hvað vil þið segja? Það er fjárfesting og viðhaldsáætlun, ekki lista, það er eitthvað, heitir þetta ekki áætlun? Viðhaldsáætlun sem við erum látin gera. Með nýjum rekstrar hefur opnunartími öryggisgæslu og aðstæða innan skiptistöðarinnar batnað til muna. Þetta sem tillaga fulltrúans ganga út á. Breytingatillagan nær til bæði skiptistöðarinnar og nánasta umhverfis hennar. Mikil sóknarfæri liggi að gera fjölmennustu skiptistöð höfuðborgarsvæðisins, almenningssamgangna út á landsbyggðina og nánasta umhverfi hennar, mannvænni, öruggari og aðgengileg fyrir öll. Þá sérstaklega konur, eldra fólk og fólk með skerta hreyfigetu með það að markmið að laða að enda fleiri farþega. Komin í óvíkjað náttúrulega markmið. Við myndum aftur að setja börnaðinn líka. Já. Hvað vil ég hafa börn? Konur og börn? Sko mætti sko í staðinn fyrir að vera að nefna alla þessa hópa því þetta kemur svo sem fram í tillögu textanum sko. Þú veist að þessu hún var endalega samþykkt sko. Öruggari og aðgengilegri með það markmið að laða að enn fleiri farþega staðinn fyrir að vera að nefna alla þessa hópa sko. Það er aðgengilegri fyrir öll, nefnilega er það einhver leið í Suðvestur sko. Og þú veist að því út að nefna nánast umhverfið mannvænni, öruggur og aðgengilegri og henda út frá með fyrir öll til að þannig að það komi með það markmið að laða enn fleiri farþega.
Svo annað, sko, ég hef engar upplýsingar sem staðfest, þó ég hef enga ástæðu til þess að bera brigður á það sem að formaðurinn segja varðandi nýjan rekstraraðila. Þá hef ég engin gögn undir höndum það sem staðfesta það. Mætti bara segja, sko, og aðstæðinu skiptir batnað, í staðinn fyrir að segja batnað til muna. Er það í lagi? Já. Viltu þá taka út þetta með nýjum rekstraraðila og þá hefur áfram tíma öryggisgæsla? Ég hef ekki ástæðu, bara batnað í staðinn fyrir að segja batnað til muna. Já, hann varst ekki að segja. Já, ég skilur þetta. Af því ég veit, ég get ekki, ég hef ekki... En þetta að mata rekstraraðilanum, ég skil hvort það bara. Ég get ekki alveg, ég veit ekki, ég treysti því að þetta hafi batnað. Ég er ekki með næður sem er til þess að fullera. Já, en sko, það er líka til þess að stytta kannski, sko, aðgengilegri, með það aðgengilegri þá er það náttúrulega fyrir alla, sko. Þú eru aðeins að segja hverja breytingar að vera? Þá er það þannig að þetta er hérna, mannvænni, öruggari og aðgengilegri. Svo bara er þetta allt svona strokað út hérna og svo kemur bara með það að markmið að laða enn fleiri farþega. Af því að textin var þetta konum, hann kemur fram í sjálfum tillögunni. Það mætti samt halda fyrir öll, bara fyrir þess að samt. Já, hann heldur því inni, sko. Já. Þetta er bara fínar ábendingar hjá þér, Helgi. Takk. Já, af því að mér fannst þess sko aðgengilegri það þýtti, sko, það þyrfti ekki þetta hér, sko, líka. Þetta er bara svona smá áhersla á þessa hópa. Við erum bara með áherslu á þessa hópa, einmitt. Það er líka til að finna að við séum með orðalag sem er flott. Já, hættum við saman á þetta? Sko forgangsraða, við erum svona skrítið notkun á þetta, sem skilum við málega eftir, en bara... Þetta var að því að við þurfum að forgangsraða á fjárfestingu og viðhaldsáætlun, ráðið þess að forgangsraðar þáttum. Já, en er ekki verið að meina að setja þetta í forgang, setja skiptum í forgang. Jú, má ekki svissa, í staðan fyrir að byrja að tala um skiptustöðuna að tala vinnu við fjárfestingu og viðhaldsáætlun. Jú, það er flott. Já. Við gerum þetta á júnifundunum, þá var mjótin og við bókuðum að mjótinu væri sett efst á lista. Já, ef þetta er bara málfræði, þú veist, minnst það bara... Ég bara er ekkert eitthvað fyrir þessu. Nei. Það er ekki skála, býtu. Flóksast, næsta árs. Vinnu við eða eitthvað slíkt. Kannski myndur þú þá byrja líka á fundi íbúðar á Breiðholt, ég veit það ekki. Júni síðastlega var, ég veit það ekki. Já, ég er samanlega, ég var svo derrið, ég skilti til í byrju. Já, þetta er á júni fundi... Já, myndur þú byrja setningu á það? Við erum bara að klára þetta, framböðum skil. Já, sjáum þetta Elisabeth leiðar okkur. Kannski hennar vil ég hafa mikið en þar. Var þetta ekki vor? Á fundi? Svarforgangsraðar? Í júni síðastlega, á fundi íbúðar á Breiðholts í júni síðastlega. Þetta er bara, í júni síðastlega. Forgangsraði er ráðið, sko staðinn fyrir að hafa var, settu var, forgangsraði er ráðið, efst og fjárfestingu við að framkvæmda og skipta og nánast einhverju hennar. Þetta er skiljanlega. Byrja á réttum. Hvað er það sendir? Helgi. Sáttur. Til að hans gekk út, það er ekki betra að hafa í þátti, af því náttúrulega til að hann hefur breyst svolítið mikið. Já, mögulega sem gekk út af fyrir. Sem komið fram. Sem sko gengur út á. Gengur til með þetta þannig fulltrúans á þess að tala bara sko, segja til fulltrú Sjálfstæðisflokksins. Það mætti líka bara með nýjum rekstraraðila hefur opnum tími öryggis að batna, bara punktur.
Já, slepptengingu, já. Já, þetta er, já. Það kemur fram að þetta sé breytingar til. Já, þetta fylgir hann að ég tók það bara út. Þetta frekar breytingar til að fulltrúar sjálfstæðisflokks. Nei, en sko breytingar til að hann frá ráðan í heilt og það tilhöfur ás. Þetta er flott. Takk fyrir. Eru þið sátt? Já. Síðasti séns? Já, þetta er komið. Og svo var ég hérna með smá hnýtingar. Sem að vöktum mig til hérna umhugsunar. Hérna sem tengist þessari, já, framlagningu af niðurstöðunni. Þannig að bara, svo við fengum kynningu hjá Kolbeini þá hans stúi og myndið svona. Það er ekki verið það. Ertu að tala um fundina á það? Nei, þetta er bara stóð fundi. Við vorum að ræða það eftir fundum, við varum alltaf völvufell, skiplega. Já, það. Námskonækjum. Já, það var síðan. Já, jú, það var júni, já. Þetta er okkur. Já, við á orðinu. Lengstu fundirnir í Breiðholti. Nei, þeir eru bara glöð sem er bara skemmtilegt. Þetta er bara fínt. Nei, það er alls ekki lengstu fundir. Við erum öll bara super róli með 15 tíma. Þessi fundur var bara léttir með að við júni fundi. Maður segir að það ekki það sem alltaf er að fara í emmælið. Jú, það var afmælið hjá dóttur minni sem að ég mætti og hérna í hamborgarahúluna og bara kartöfluborgari. Já, við vorum mjög lengi. Þú varst líka fullt björnsýn þannig Já, ég var aðeins og bært björnsýn þá. Ég hefði bara átt að fresta einhverju liðar. Það var bara það. Já, segja barninu afmæli á öðrum tímum. Það var að bókunni bréfið sem aftur á. Já. Já, það er ekki búið að auðvitað deilskipulagið. Við fáum það örugglega í vetur. Ég held að þau og bara allir sé voru að býða til samgöngusáttmála. Þetta hefur frestast út af því. Þegar menn bara vilja fá að vita hvar borgarlínustöðin verður staðsett og þá er uppbygging bara sniðið kringum hana og það kemur í dag þannig að það er nú bara vaða inn hlutningin til okkar. Ég sá að það var einn búin sem hefur staðsett að vera í bókvæði og hlýtti. Ég var svo hissaði. Hvað er búin? Garðinma. Já, garðinma. Þetta er garðinma búin til sig. Þetta er náttúrulega... Já, Borgaryfirvöld eru í lykilstöðu við að úthluta lóðum og hanna íbúðasamsetningu út frá eðli og þróun íbúasamsetningar innan hverfa borgarinnar til framtíðar, sem og að brjóta upp íbúða og íbúamynstur með blandaðri fjölbreyttri byggð. Í bókun umhverfis- og skipulagsráðs kemur fram að reynt var eftir mætti að halda í stúdentaíbúðir á þessum reit, en áhugi uppbyggingar aðila var ekki fyrir hendi. Íbúðaráð Breiðholts veit að mikil þörf er á íbúðum fyrir öll, sérstaklega nemendur, ungt fólk og fyrstu kaupendur í ljósi þessa finnst íbúðaráðinu miður að ýja sé að því að uppbyggingar aðila stýri ferðinni í borgarþróun Breiðholtsins en ekki Reykjavíkurborg. Ég bætti við að hérna, að áhugi uppbyggingar hafi ekki verið fyrir hendi. Það er annars eins og því að það sá og mér finnst það líka sérstaklega að hugsa hverfi eins og Breiðholti sem var svo úthugsað
og uppbyggingu algjörlega stýrt. Hvað hérna, hvað þarna? Já, þetta var bara vont fyrir alla og þarna bara auðvitað við undir, svona, þetta svona sérstakt. Vil ég vera með eitthvað upphaf hérna eða bara... Við segjum að lykilstöðu eða lykilaðstöðu, það bæði kannski. Lykilstöðu? Já. Eru allir þáttu við þetta afurlagt? Það horfa upp á mókanina. Þú komin í mókana? Já, ég að koma með fórsynina. Þetta voru að vera bæðist til því. Eru þið samanlega? Já. Ég veit ekki. Ég sitt hjá það. Já. Ég veit ekki. Já. Þú varst náttúrulega með mjög ákveðna afstöðu, var það ekki? Jú, svona. Já, ég veit. Viltu bóka sérstaklega að vita þá, eða það er bara fulltrúar, þú situr hjá þá, eða þú ert ekki inn í bók. Það er bara allt í góðu, sko. Það er bæði að koma athugasemdir og orðaðar þess að vera með, eða komið sérpókun. Það er bara bæði í góðu, sko. Nei, þetta er alveg meðanlegst að minni hálfur, sko. Taktu þínu bókum sérstaflóks. Þetta sé ekki með neitt sérstafn annað sem ég myndi vilja bóka í staðinn, sko. Hver var hérna þínastöðum? Ég er bara svona, veit bara ekki með þessa túlkun, hversu mikið svona, þú veist, ég veit ekki, með þess að bara einhvern veginn, þú veist hvað, einhvern veginn, Það var í bréfinu bara. og við einhvern veginn að finga, þú veist, skipulegg, ég veist, reyti fyrir atvinnhúsnæði, skipuleggja reyti fyrir stúdíbúðir og mjög eðlilegt að bæjar og borgar eins og það er einhver að tilbúin að byggja náttúrulega, en veistu hvernig. Já, en þarna svo sem, ef maður les þessa túlkun úr þessari fundargerð ráðsins, að þá er einhvern veginn verið að segja mér sem íbúi hér í hverfinu og sem kjörnum fulltrúar sem berst fyrir hagsmunum hverfisins í heild sinni og þeirri byggð sem hér er og þeim tækifærum sem liggja til grundvallar að það séu uppbyggingar aðilar sem að velji hvar þeir vilji byggja og þeir velja aðra staði heldur en hverfi sem þarf á fjölbreyttri byggð og íbúasamsetningu og íbúða að halda. Þetta er sameiginlegur, borgin hefur auðvitað mikil ítök við það að reyna að úthluta lóðum sem þróa hverfin, því að hverfin eru auðvitað mismunandi, hafa mismunandi þarfir og eru með mismunandi íbúðarsamsetningu. Ég skil alveg markmiðið með því að hafa þessu íbúðar. Og ef það fæst enginn sem vill byggja þessar íbúðar, hvað gerir því náttúrulega? Hvað er verið að það fram á með þessu bókun eða þú veist? Við vitum auðvitað hver forsagan er, það farið í úttekt á því, það tala alltaf það, skilur hvað ég veit. Það líkur ekkert fyrir að enginn vilji ekki taka þetta að sig. Það er náttúrulega bara gaman. Það er ekki veist eins og það sem við erum að segja, að ef þetta væri skilgreint fyrir stúdíbúðir, þá er kannski líkur á því að myndi ykkur stökkva á þetta og byggja stúdíbúðir. Hvað er þá ráðið að meina með þessu orðalagi að það hefði ekki verið áhugi? Ég er að vísa í bókun. Já, nei, ég veit, eða þú veist, skilur ekki við, þau, hvað er þau að meina fyrir að segja það? Akkurat. Það er það sem að þetta er, að þetta sé eiginlega pínu hins en að ákveða að einhverju vil ekki byggja upp, annars þarf hverfið á svona íbúðum halda og það sé í forgangi, að þá bara er það eitt deiliskipulagi og það verður bara byggt þegar það fæst eitthvað til að byggja. En ekki breyta bara því að akkurat núna er mögulega einhver sem að vill það ekki, þannig að það er svolítið verið að nýta í það, ef við skiljum. Það bara, þetta er það sem við viljum og þetta er það sem við þurfum og þá bara býðum við þá til einhver tekur þetta að sér. Við þurfum ekki að breyta af því að einhver annar gæti mögulega ekki vilja einhver tíma. Við náttúrulega erum ekki við samningaborðið, þannig að við náttúrulega erum bara umsagnaraðili og setjum umsögnina og útskýrum af hverju við vorum ásatt við þá lendingu sem var síðan á endanum valin og svo les maður þetta úr skilaboðin frá fundinum í fundagerðinni er mjög svona þetta orðalag útskýrt bara að það séu uppbyggingar sem það vildi ekki byggja hérna. Ef við að sætta okkur við það hérna að það sé bara aðeins sem geta bara valið sér lóðir hvað sem er og byggja ég bara. Það er ekki að ábyrða einhverja verkefni í bæ að taka sér einhverja verkefni því að það er samfélagslega mikilvægt að það er bara borgarráð sem að hlýtur að þurfa að koma þessu bara. Já, svo er líka spurningin, er það eðlilegt verklega að borgarráð hafi hringt í ykkur á 2 verkefni. Það sem ég langar að vita
á hvaða upplýsingum En ef við erum að tala stúdentaíbúðir, þá bara afmarkaður fjöldi aðila að sjá það stúdentakerfi, við erum að tala háskólastúdenta. Það náttúrulega, ég held að það sé bara eitt byggingafélag. Það er eiginlega 3. Háskólinn í Reykjavík, það er byggingafélag námsmanna og félagsstúdenta stúdenta. Og mér hlakkar í hug að fylgjast eftir að fá þau bara borð og bjóða þeim á fundin að útskýra af hverju þið viltu ekki byggja. Já, ok, en punkturinn að þetta þá 3 aðilar. Ég myndi ekki alveg hversu margir væri, en prinsipið að það eru bara þessi tiltekna aðeins sem byggja stúdentaíbúðir. Það vil ekki, eða hafa ekki náðað mikið hérna. En við erum ekki með þetta í höndunum, bara þetta að það skrifa upp í hefinu. Mér finnst þetta svo beint svolítið mikið að uppbyggingar, fyrir að bara segja við borgar og þeir verður bara að finna leið til að gera þetta. Við erum alltaf að beina þessu til borgaryfirvalda. Við erum ekki að segja neitt við neina uppbyggingaraðila. Nei, við erum að segja að borgin stýri ekki skópum. Eins og þeir séu einhvern veginn að fá sitt fram eða koma sín til leið að þeir vil ekki byggja þarna. Já, það er það sem að skilabúðin með bókum. Það sé þau sem eiga að koma þessi gegn. Mín upplifun er svo að við séum í rauninni að skjóta á umhverfis- og skipulagsráð fyrir að taka því bara sem gildu að ef að uppbyggingaraðilar fást ekki strax að þá eigum við bara að breyta borgarskipulaginu. Og þá að umhverfis- og skipulagsráð sé í rauninni að gefa uppbyggingaraðilum bara valdið í staðinn fyrir að Reykjavíkurborg sé með skipulagsvaldið. Og Reykjavíkurborg stjórni þá bara því. Ég meina ef að þú sem uppbyggingaraðili vill ekki byggja hér, þá bara færð þú ekkert að byggja. Skilur þetta sem við viljum og annarkvort bara gerum það eða þú bara gerir ekki neitt. Þetta er alveg þetta. Þannig að við erum þarna með þessari bókun að tala beint við borgina en ekki við uppbyggingaraðila. Heldur á umhverfis- og skipulagsráð að tala þá við uppbyggingaraðila. Þannig að við erum sem íbúðaráð að nýta í borgina, og við séum þetta borgin, en af því við viljum tala fyrst og fremst fyrir hagsmuni hverfisins og við viljum að Reykjavíkurborg taki valdið af uppbyggingaraðilum. Er þeir eitthvað að taka Með þessu sem að þau skrifuðu eru þau að vísa í það að það er í rauninni uppbyggingaraðilar sem að ráða hvað er byggt heldur en að borgin ráði hvað er byggt og fá eitthvað í verkið. Þannig að við teljum að þörfin sé þessi og þá finnum við eitthvað til að vinna það og svo segir bara einhver nei, ég vil ekki gera það, þá bara ég vil gera þetta frekar að við séum bara eitthvað ok, og þá færðu að gera það í staðan fyrir að segja bara ok, þá gerir ekki neitt af því að þetta er það sem við viljum. Þannig að við erum svolítið að nýta í þau vinnubrögð. Jó, þú bara lest þetta alveg rétt. Það er ekki þess að stúdentaíbúðir upp á 101 og 107, það eru stúdentaíbúðir á Norrlanda. En vorum við þá, þú vildir ekki vera með þessari bókun, þannig að hún er búin að vantilega breyta þannig að við kannski sjáum fundagerðina bara þegar hann er tilbúin. Ég ætlaði eiginlega að kalla þau til. Já, fá fyrir svo. Þú þið ekki hafa á því? Þetta er bara mjög fróðlegt. Ég er alveg með þessari búin, en ég skil alveg hvað það var, skilur við verðum að tólka með það að það er Það er mikilvægt orðlegt þar uppbyggingaralum eins og þeir eru ábyrgðaðir þetta sé svona bara því að einhver tilteknir vilja þau meina, einhver tilteknir aðra hafa sagt nei þá sem þeir eru stjórnmeina þeir setja svo líka mótið einhver annar kynna en mér finnst það bara að vera algjörlega ábyrgð borgaryfirvalda en ekki einhverja stakka til bæ að snúast að leiðar mér finnst það meina ábyrgð það vera svona Við erum að nýta í borginu fyrir að gefa Já, en þessi ykkur svona gróðar og svona aðeins umræðan er alltaf einhvern veginn, þú veist, þeir vilja stjórna, þeir vilja ekki veit, ég veit ekki, það er bara svona En sko þú vilja allir stjórna, en á borgina bara stíga niður og stjórna eða á það bara að fylgja og þú veist